Já, komið sæl og verið velkomin í vikuskamt við Rauðaborðið. Við ætlum að fara í gegnum fréttir vikunar með góðu fólki og ég ætla bara að kynna þau fyrir ykkur. Það Elín Oddný Sigurðardóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi og alls konar. Varaborgarfulltrúi? Já, fyrrverandi varaborgarfulltrúi. 1,5 kjörtímabil fyrir nokkrum árum síðan. Akkurat, reynslubolti. Og Nanna Hlín, Halldórsdóttir, heimspekingur. Akkurat, það bara nóg að segja, þú veist, ef þið ætla að fara í titlana mína. Já, bara heimspekingur. Heimspekingur, það verður ekki betra. Nei, akkurat. Velkomin. Takk. Og Valgerður Árnadóttir, stjórnmálafræðingur, ekki? Og hvalavinur. Já. Og ýmislegt annað. Og ýmislegt. Já, en hér ætlaði líka að vera Halldór Auðar Svansson, hann því miður forfellaðist bara á síðustu stundu. Þannig að við bara höldum áfram ánans sem leitt, en við ætluðum að fara í gegnum alls konar. Það var svona, þetta svo búin að vera svolítið svona alls konar fréttavika. Eigum við að byrja á að fjallum nýjan meirihluta í Reykjavík. Þeir eru alltaf búsettar í Reykjavík. Já. Ég það. Ég fór í þetta skemmtilega batteri að kjósa hjá sýslumanninum í Kópavogi, sem sagt þarna því ég var að fara út úr bænum. Já, svona þetta var skrítin tímasetning fyrir kostningar. Ég fattaði að þetta ekkert bókaði bara bústað. Það segir nú kannski hvað ég eitthvað mikið involverið í kostningar þessu dagana. Og svo bara, við erum að fara að kjósa. Og þetta var án gríns. Það var svona eitthvað klefið þarna og bara þannig sé ágætið skipulega á þessu, bara gengur rætt fyrir sig. En bara stimplar frá A til Ö, þú veist, fyrir öll sveitafélög á landinu og svo bara svona listi með frambúðunum og hvaða stafir voru í hvaða sveitafélagi. Þannig að þetta var alveg pínur ruglingslegt. En ég náði þess að stimpla þarna á þetta spjald þarna og setja það eitthvað umslá svona og kjósa. En þetta er skrítið og náttúrulega ekki tækt að, þú veist, strika yfir eða endur að frambjóðendum eða neitt. Nei, eða sjá neitt. Settu bara númerinn á stafinn. Bókstafinn. Já, bara stimpilinn með stafnum sem allar að kjósa. Já. Þannig að, og maður svona heyrt það að fólk sem var í strætó og svona, þetta var vist ævintýralegt ferðalag að komast þarna upp yfir. Þetta er náttúrulega líka alveg, þú veist, mjög þjónustu svona miðað. Þetta er náttúrulega í sömu götu útlendingastofnun, þannig að viljast hafa bara eins erfitt að komast þangað. Er ekki allt komið þarna líka tryggingastofnun og fleiri stofnanir? Jú, þetta er allt komið upp í röskött, sko. En það er mjög sérstakt að ég myndi að senda Reykjavíkubúa þangað að kjósa. Já, einmitt. En ég kausi mitt í Stykkishólmi. Já. Ég var þar á námskeið verndarsvæði í hafi og ég ætlaði að koma heim á laugardeginum en mér líkaði svo vel í Stykkishólmi að ég framlengdi og þá þurfti ég að fara til sýslumanns en það var einmitt svona ruglingslegt. Ég bara þú veist, ég var aldrei séð jafn marga stimpla og hvað var aftur stafurinn og þú veist, ég verða. Ég kaus bara í Álftamýrarskóla, sko. Já, sami kjörstaðurinn minn. Já, góður kjörstaður, sko. Nanna, ég held að þú megi koma þess nær. Já, afsaki, ég er bara orðin eitthvað svo casual hérna. En já, ég svo sem, sko, varðandi hennar meiri hluta, það kom þetta mér svo sem ekkert á óvart að þetta myndi fara svona. Ég svona átti vonað við akkurat að þetta myndi gerast. Ég veit ekki mikkur. Jú, maður átti vonað því og þú veist, ég var bara mjög fegin að miðflokkurinn er ekki með. Já, akkurat. Við verðum bara að segja það, að þó þetta sé samt líka leiðilegt, sko, fyrir okkur sem eru kannski meira til vinstri. Já, en fólk kallar grilla á breytingar og þá bara verða breytingar og við verðum bara að sjá hvað það leiður í ljós. Þetta er náttúrulega svolítið bara takt líka við þessa kosningabaráttu sem að var bara eitthvað svo ótrúlega furðuleg vegna þess að það var bara svo stór prósenta bílastæði og bara einhver málefni sem skipta voðalega litlu máli. En ég fór í gegnum það sem ég fann, út af því mér fannst ég ekki finna neitt sérstaklega mikið. Ég reyndi að finna bara einhver skjöl hvað það ætla að gera, það er svo lítið komið út og sko, mér fannst, ég held að hvort það hafi verið Sanna sem sagði að það væri ekkert húsnæðismál, það var eitthvað sem ég hjó eftir út af því öllu svona voxpoppi, það sem var að tala við almenning, það voru allir bara það sem skipti máli húsnæðismál, en í raun og veru bara hvernig ætlar Reykjavíkurborg að komast
til móts við það að fólk á bara í minna mæli efna húsnæði. Það bara svolítið svona stóra spurningin sem að ekkert verið að tala sem að ég furða mig á. Já, einmitt. Já, þetta var voða þessi málefna samningur sem að þau gerðu með sér þarna. Það voðalega eitthvað fátæklegur, ég veit ekki. Var ekki mikið og lengi opnunartíma sundlauga, það verðist vera vinsælt. Það eitthvað. Það vinsælt. Mér fannst plúsa þau voru að tala skórækt, mér fannst það svolítið skemmtilegt, sko. Svolítið krútlegt. Já, en akkurat svolítið svona kannski lítið með að við hvað við þyrstum að vera að tala stóru málin. Svona, kannski svona krísan sem að svona vinstri pólitíkin í Reykjavík svolítið í, þetta minnir mig svolítið á því ég var nú eins og í VFG og þar var svona stóru og öflugur og mjög vinsæll leiðtogi sem skilur bara eftir sig svolítið svona stórt gat eftir þessa áratugu farsalan feril og það er dálítið sama með dag sko, hann var svolítið bara aðal gæinn sko, svo fer hann, þá var einhvern veginn svona greinilega ekki stemmari fyrir Heiðu og svo virðist nú að þessi þá nýja samfélking einhvern veginn vera reyna að skipta fólki út og svona stilla upp í eitthvað prófkjörslag sem að svona skilaði kannski eitthvað misgóðum niðurstöðum sko fyrir fólk. Þannig að ég held að það hafa alveg svona pínu sett tónin og svo finnst mér kannski svona rof á milli bara atvinnustjórnmála og bara líf almennings í landinu og þetta bara segi ég sem fyrrverandi atvinnustjórnmálamaður. Þetta verður alveg rosalega búbla og þau eru bara rosalega upptekin að vera einhvern veginn að tala við sjálfan sig og eru ekki að hlusta nógu mikið á fólkið og ég held að það hafi svolítið orðið þessum annars ágætlega meirihluta svolítið að falla að vera ekki nógu komið tengslum einhvern veginn bara við fólki í borginni og þetta segi bara bæði sem íbúi hérna og starfsmaður velferðarsviðs borgarna og svona það var komið svolítið svona gjá á milli pólitíkur og almennings og það held ég að sé aldrei gott en hvort sem að Hildur Björns og þau fara eitthvað að redda því ég er ekkert eitthvað rosa bjart sín sko. Já, ég hef svolítið á tilfinninguna þetta sé bara svona sama senan að efri millistéttar Íslendingum sem eru öll á hlusta sömu hlaðvörpin og tala saman einhverjum Facebook-hópum. Þú veist að það er pólitíkin einhvern veginn, maður fær þá tilfinningu og ég er alveg, og kannski við erum alveg tengd þessu efri millistéttar skiljiði en maður er kannski líka tengdur fleiri sem að, þú veist, eins og þú segir það virðist vera einhvern veginn gjá þarna á milli. Bara enginn að tala innflytjendamál, enginn að tala fatlað fólk, enginn að tala skilji, húsnæðislausa eða fólk með einhverjar áskoranir eða stuðningskerfin. Sveitafélag bara að veita mér mikið þjónustu við íbúa á öllum aldri. Við varum að tala leikskóla, en þá svona út frá einhverjum svona business hugmyndum einhverja dagvistun fyrir einhver kapitalísk fyrirtæki. Sko. Það var ekki á neinum svona einhverjum faglegum þú veist, rökum velferð barna og þú veist, öflugra leikskóla. Það er ekki svona að vera og það var líka fyrsti punkturinn þeirra. Og var þetta með fyrirtækjaleikskóla. Já, einmitt. Það var mjög spes. Daggæslu. Ég veist hvað, er það bara svona eins og í Kringlunni eða svona boltaland í IKEA fyrir börn? Endur við ekki að róluvellina? Ég veit það ekki. Já, en ég hjói mitt eftir því og skrifaði status það sem að mjög margir engageuðu í að það var í kappreiðunum kvöldi fyrir sem að Hildur Björnsdóttir segir að hún muni ef hún kemst til valda taka af þá stefnu að hvað fjórðungur húsnæði sem byggt í Reykjavík verði óhagnaðardrifið leiguhúsnæði og talaði svo í beinu framhaldi og að það væri líka ekki hægt að hafa sko fólk með félagsleg vandamál allt saman á einum stað, að þetta væri bara heilu hverfin. Þannig að ég hjó eftir því að þú veist, ef að borgarfulltrúi sem búin að vera þarna í borgarstjórn í 8 ár gerir ekki greinamun á milli félagslegs húsnæðis og óhagnaðardrifins húsnæðis, þá þú veist, erum við ansi illa stödd vegna þess að alls konar fólk býr í óhagnaðardrifu leiguhúsnæði. Það hefur ekkert með félagsleg vandamál að gera. Þannig að þú veist, og fyrir utan að við byggðum upp heilu hverfin sem voru bara mjög fín, sem að verkamannabústaði og annað skiluru, þar sem að voru ekkert þú veist, félagsleg vandamál per se, skilur frekar en annar staðar. Einmitt. Nei, þetta er, ég náttúrulega hlustaði eitthvað á Hildi í aðdraganda kosninga og ég veit ekki, ég allavega sem manneska sem leigir í félagslegu húsnæði fannst svolítið svona
verið talað niður til mín, sko. Já, fyrir utan það er einmitt svona að vera að jaðarsetta fólk að ef það býr í félagslegu húsnæði og hlýtur að eiga við vandamál að stríða. Og það er svona, ok, er það skilabóðin? Þú veist, þetta er svona einmitt, þú ert ekki í tengslu við fólkið. Já, einmitt. Bara vera rosalega þakklátur, sko. Já, akkurat að vera í öruggu húsnæði. Já. En mér finnst það líka bara, og það er eitt af stóru málunum, er þessir fordómar gagvart jaðarsettum núna og við sjáum það á þessu geðhjálpar máli. Það er einmitt þannig sem við ætlum að taka. Akkurat. Já, þannig að nú er náttúrulega nýkomið náttúrulega konukotl lendi náttúrulega í þessu líka þegar þær voru að flytja sig set. Einmitt, og svo líka þarna þau heimilislausa kaffihúsið og kaffistóra samhjálpar sem er komin á Grænhúsvegi. Já, það er ekki komið með leyfi og það var allir flokkar held ég sem standa þessu meirihluta sögðu á einhverjum íbúafundi að þau myndu finna aðra staðsetningu fyrir kaffistofuna en mér skilst á forsvarsmönnum samhjálpar þau hafa nú þegar eitt einhverjum milljónum í þetta að koma húsnæðin í stand að þetta að vera svona mun flottari aðstæða en var hérna á gamla staðnum og hann var ekki orðin mjög svona, hann var orðin mjög úr sér bara batsins tíma. Já, akkurat. En já, þetta er svona og bara þessi kynning líka sem geðhjálp hefur verið með á rannsóknum hennar Sigrúnar Ólafsdóttur, prófessors í félagsfræði á fordómum og þar sjáum við bara fordómur gagnvart fólki með geðrænan vanda og fíkvanda til dæmis er bara gigantist mikill og er ekkit endilega að minnka frá því að var mælt síðast fyrir 10 árum eða eitthvað sem er náttúrulega líka áhugjefni. Einmitt. Já, Sigrún var einmitt hérna í vikunni að ræða þetta. Þetta eru mjög áhugaverðar niðurstöður. Akkurat. Já, mér finnst mjög sorglegur þessi nimbíismi að þú veist, fólk vill einhver úrræði og það talar að það sé slæmt ástand en það vill það ekki sem nágranna og ég bjó sjálf við hliðin á úrræði fyrir kalla með tvígreindan vanda og það var ekki mikið sem að ég var vör við það væri eitthvað ónæði af því og það var nú bara ónæði af alls konar öðru nágrunum sem voru ekki búsettir þarna. Þannig að þú veist, þetta er svona mjög leiðilegt finnst mér hvernig samfélagi bara samþykkir það að maður sé með þessa fordóma og því að mér finnst að ég hafi alist upp hérna í samfélagi sem einmitt var að berjast gegn fordóma og var miklu opnara á sínum tíma. Þú veist, ég beið eftir strætó og hlemma hverjum einsta mótni og mamma mín hafði ekkert áhyggjur af mér eitthvað myndi koma fyrir mig, sko. Svo einhvern veginn seinna þá var þetta bara, þú veist, eins og maður eigi bara ekki að sjá fólk sem að hefur það ekki, þú veist, sem að hefur ekki jafn gott og ég. Ég skoðaði þessa frétt með þetta hús fyrir fólk með andlegar áskoranir upp í Breiðholti. Já, þetta var einhvers konar búsettukjarni. Skjólshús. Og það komið svona komment frá fólki í hverfinu í Breiðholti, eitt það að fasteignaverð myndi lækka og þú veist, maður einhvern veginn bara fasteignaverð skiptir sem svona meira máli heldur en fólk. Það er svolítið svona, já, í raun og veru þessi punktur sem að einn af þessum furðulegu punktum sem kemur þarna fram og svo er annar punktur sem ég fannst mjög skrítinn sem að þetta geðhjálp var greinilega í samstarfi við heilbrigðisráðuneytið og held ég félagsmálaráðuneytið en engu síður var það einhver manneskja úr heilbrigðisráðuneytinu sem að varaði íbúa við samkvæmt fréttinni sem að ég bara skil ég hjó eftir því og þetta er náttúrulega mjög áhugavert verkefni, þetta skjólshús. Ég fengi kynningu á þessu og þetta er sem sagt að danskri fyrirmynd. Þetta er bara svona örugt rými til að vera á ef þú ert í ekki góðu andlegu jafnvægi en finnst þú kannski ekki þurfa að leggjast inn á geðdeild og það er nú orðið bara meira en að segja því það er nú fólki nánast bara að vísa frá í bara mjög alvarlegu og veiku ástandi og það sem eru sem sagt jafningjar fólk með lifa reynslu sem er á staðnum og veitir svona jafningja stuðning og svona bara hvaða stuðning þarf þú veist þarf að tekka á þér á nóttunni eða viltu hafa þetta svona hinsegin og fólk bara svona býr til eitthvað plan og fær að vera þarna í nokkra daga upp í nokkra viku svona meðan það er að koma sér í eitthvað balans og finnur að sé að siglin í maníu eða eitthvað að vera og þetta er vist búið að reynast bara mjög vel í Danmörku og mér finnst við alltaf svona sein og feimin við að innlega einhverjar
nýjar og róttakar og sniðuðar hugmyndir. Já, algjörlega. sem gætu hentað fólki. Getur maður ímyndað sér að fólk sem er í þessari stöðu þarf akkurat að vera í öruggu umhverfi, ekki kannski bara eitthvað hliðin á Laugavegum þar sem allir eru að einhverju partistandi, þú veist, heldur akkurat í einhverju rólegu hverfi, þú veist, það sem að þú bara upplifir öryggi. Þannig að þú veist, þetta er einhvern veginn, þetta er eins og þú segir, það er rosa skrítið hvað mikið af þessu akkurat núna. Já. Og svo bara, eins og vinur minn sagði, heimsóttan eins og geðdeild, það marg áratugir síðan. Það er svo skrítið, maður að leita sér hjálpa vegna andlegra veikinda og staddur á mest depressing stað í höfuðborgarsvæðinu. Þegar við komum inn á hérna geðdeild og Landspítala, þetta er ekki mjög svona upplifgandi eða svona eitthvað aðlagandi eða róandi aðstæður, sko. Þannig að þetta er mjög, ég held á þessi þjónusta, þú veist, umræðan stuðla og hérna börn með fjölþættan vanda og skilja allt þetta er bara afgangsstærð, þú veist, þessu er bara ekki sinnt, þú veist, það er verið að loka þjónustu, meðferðarúrræðum og þjónustu við sumatíman og eitthvað svona. Og þú veist, þetta er náttúrulega bara ekkit boðlegt. Ég var að frétta að vera lokað helgar á geðdeild. Það geti alveg... Þú veist að það væri núna á sumrin allavega, lokað helgar. Og ég, bara taka ekki við nýjum með það. Já, mér finnst þetta bara svo galið að ég næ ekki utanum með það, sko. Svona eins og fólk hætti að vera veikt helgar. Og hérna, Þessa aðför lögreglega þessum greinlega mjög svo veika manni í bara mjög annarlegu geðrænu ástandi og bara skjótum hann með rafbyssu. Maður bara, erum við bara í hvaða samfélagi búum við hérna? Við ætlum að koma svona fram við veikt fólk. Okkur vantar einhvern veginn alla mýkt, finnst mér í dag. Það er allt orðið svo hart og það er allt orðið svo svarthvítt og þú veist, af hverju til dæmis ekki eitthvað úrræði eins og sólheimar fyrir þá sem að eiga við andlega veikinda að stríða. Einhver staður þar sem þú ert bara í náttúrunni og það er eitthvað svona mitt uppbyggilegt og þér líður vel og þú veist, þú getur einmitt, ég hef komið inn á geðdeild og þetta er ekki fallegur staður og mjög grár og brútal, sko. Þetta er náttúrulega brútalismi arkitekturinn hann og... Er þetta ekki líka pælingin með þessum geðdeildum svona helst að vernda samfélagið frá þér? Já, og loka inn þetta hættulega fólk, sko. Já, það er þessi gamla hugsun sem að við virðumst ekki komin almennilega frá þó að, þú veist, Norðurlöndin og ýmsir aðrir séu komin langt frá því. Þó að einhvern veginn búið að reyna að breyta hugmyndafræðinni þá samt einhvern veginn fylgir umhverfið ekki með sem við bjóðum fólki upp á, sko. Nei. Þannig að þetta er einmitt svo áhugavert líka með þú veist, að því að þið voru að tala um að það væri lokað helgar. Það er einmitt þegar það er verið að beina fólki sem eru að upplifa einhverja geðrænar áskorunir utan opna tíma, þá er þið vísað á bráðamóttökuna og það er náttúrulega hrikalegur staður fyrir mannesku í viðkomu ástandi að vera á bráðamóttaka geðsvið sé opin eitthvað til 7 eða eitthvað að virka daga og ég veit ekki helgar hvort hún er lokuð og þá þarf þetta að fara niður í Fossvog, sko. Já, akkurat, þetta er náttúrulega, og það er eiginlega bara verra, sko. Já, nákvæmlega. Það er rosalega margt í gangi oft. En mér finnst þetta einhvern veginn tengjast annarri frétt sem við lásum, sem bara kom í dag. Sem kom aftur nær, held ég, með stólinn. Með stólinn, akkurat. Sem er þessi frétt Landsbókasafnið. Já, guð. Sem að var út af því að þú veist, við erum að tala þar hjó ég líka eftir í þeirri frétt, að ástæðan fyrir að það er ekki lengur bókaverðir sem geta actually hjálpa manni upp á 2. og 3. hæð heldur öryggisverðir væri kall samfélagsins eftir meiri öryggi sem ég var einhvern veginn það var sá sem að var þá ég man ekki alveg hver það var einhverju yfirmaður sem sagði þetta vera eina af ástæðunum fyrir því að við varum komin með öryggisverðir. Þetta upplifum við mjög óörygga einmitt á þjóðbóklinu, stór hættulegur staður. Nei, ég meina hver var að kalla eftir þessu án gríns, sko. Þá er þessi hugmynd einhvern veginn að allir sé orðnir svo óöryggir og ég veit ekki, einhvern veginn að það sé hætta í hverju horni. Mér líður eiginlega ekkert eitthvað öruggari kringum eitthvað svona öryggisverði eins og var nú eins og hérna gleðagöngunni og bara einhverju sérsveitamenn gráði fyrir járnum með einhverja byssur í skottin á bílnum sínum og maður er bara ég er hérna með rafbyssur ég er alveg að veifa fána, ég líti að vera stórhættuleg. Nei, akkurat, þetta er ógeðslega skrítið, sko, og líka bara einhvern veginn, þetta talar einhvern veginn inn í þetta
þú veist, með þessa frétt sko að allt í einu þá, þú veist, þá hætta í hverju horni. Bækur og alls konar bækurmenn getur ráðist á því þessar bækur. Svo einhvern veginn á að lengja opnunartíma sundlaugana en það má ekki setja neitt fjármagn í sumar starfsfólk á bókasöfnum en samt þegar þau voru opin en samt þegar allir 30 orlofsdaga, ég ekki alveg að fá svona skipulega þessu til að ganga upp sko. Nei, fer ekki saman hljóða myndana og mér finnst svona þessi umræði aðdraganda kosningana borgarstarfsmenn maður tekur þetta kannski eitthvað pínu persónulega sem borgarstarfsmaður sko en Birkenstock kommentin já, bara við séum bara einhverjir hippar hérna sem að mætum bara og stöndum við kaffivélina í 2 tíma og séum ekki að gera neitt og maður hugsa bara alla grunnþjónustuna sem verið að veita, þú veist, náttúrulega fyrir utan skólakerfið, bara í sorphirðu, götusópun, þú veist, bara heima þjónustu við aldra og fatlaða og ég meina, þú veist, þetta nú ekkert eitthvað svona, eitthvað lúks. Nei. Mér finnst ekkert eitthvað lúks splæs að fatla fólk komist á klósettið á nóttinni. Mér finnst það bara svona eitthvað sem við ættum kannski alltaf geta gert ef við þurfum, sko. Já. Þannig að umræðan einhverja svona óþarfa millistjórnundur, að því svo einhvern veginn aldrei þetta nefna neinn dæmi, sko. Nei, mitt. Og svo allt í einu fara að tala lögbundin verkefni og maður bara eitthvað svona, leikskólar eru ekki lögbundi verkefni sveitafélaga, sko. Nei. Bara svona til að nefna dæmi. Þau eru ekkert svo mörg. Nei. En bókasöfn eru það, hins vegar. Já, einmitt. Almenningsbókasöfn. Það ekki gleyma því. Já, nákvæmlega. Já, það var mitt spes þessi frétt, þetta var svo sett með þjóðabóklöðina þarna að þetta, já, segja upp bókavörðum og ráða öryggisverði í staðinn. Já, og hafa lokað helgar í sumar og það er nú þegar búið að stytta opnunartíma. Ég er nú háskólanemi og var mikið á þjóðabóklöðinu á kvöldinu helgar mitt vegna þess að þegar maður býr með öðru fólki þá fær maður enga frið á kvöldinu helgar þannig að ég fór þangað til að fá frið til að lesa en svo var bara lokað þannig að ég fer ekki vegna þess að ég, þú veist, fer ekki á daginn þegar ég er bara tímum og eitthvað en þú veist, það er einhvern veginn alltaf verið að skerða þjónustur og meira fyrir utan að kaffeterían fór þannig að það var ekki lengur þetta þú veist, taka sér pásur og spjalla við einhvern og fá sér kaffi, það var ekkert þar skilurðu, þetta er svona út í það var svo gríðarleg stemning og það sem bókaverðinni gera líka er að hjálpa manni þegar manni vantar einhver gögn og maður er að leita einhverjum bókum og ekki gera öryggisverðinni það ég get ekki ímyndað mér að þeir fari hérna já, þetta rit þú veist, ætla ekki að gera lítið úr öryggisverðum en þeir verða sennilega ekki treynaðir í því að hjálpa okkur að finna gögnin sem við erum að leita sko. Svo er svona eins og Kamila benti á í þessum status að bókaverðir þetta er nú ekki eitthvað hálauna jobb sko og oft kannski þá eitthvað svona konur yfir miðjum aldri með háa starfsreynslu þú veist og svo hefur maður bara pínu áhyggjur af bara ástandinu á vinnumarkaðanum það komur náttúrulega 2 fréttir hóp uppsagnir og og bara svona ástand á og bara vinnumarkaðanum og vinnumálastofnun virðist vera löngu sprungin og samt á einhvern veginn bara henda öllum verkefnum á hana og minnst hún alltaf svona pínu heitur hún ekki Unnur sem forstjóri vinnumálastofnunar og hún verður alltaf svona pínu svona hindi bílljósum og bara jú, þetta og svo finnst mann einhvern veginn ekkert verið að gerast og maður hefur áhyggjur af þessu þetta var svona það eru svona 2 samfélög á Íslandi, það eru þau sem eiga og þau sem eiga ekki og atvinnulausir virðast vera bara einhver algjör afgangsstærð. Já, einmitt. Akkurat, en það er náttúrulega líka bara, þú veist, það er svo mikil aðhalspólitík í gangi hjá ríkisstjórninni, þú veist, og það bara búið að vera, það er bara Excel, þetta er svo mikið svona Excel-skjál ríkisstjórn. Já, hún er ekkert mjög, þetta er alveg rétt svona greint hjá þér. Já, hún er með plan, en það er Excel-plan. Það vantar oft svona mannlega hlutan í það, sko. Já, akkurat, það er bara, þú veist, ég finn þetta, þú veist, sem starfsmaður Háskóla Íslands, þú veist, við vorum það er búið að vera svelti síðan, sko, ég veit ekki hvenar í Háskóla Íslands, síðan árið 98 líklegast. Og það þurfti að kvötta milljarð þar núna fyrir þetta ár. Þú hefur verið að kenna í háskólanum? Já, akkurat. Ég hef sérstætt bæði verið með rannsóknastöður og kennslustöður og og það er bara, það er allt skorið við nögl einhvern veginn og það hefur verið þannig lengi og það hefur bara vantað að ráða. Það er eiginlega bara svona, það er heilu
deildirnar að fara að hverfa, heilu tungumálinu fara að hverfa, heimspekin sem ég kemur úr, hún orðin ansi fámenn og þú veist, maður sér ekki alveg fram á að það sé hægt að halda þessu kerfi við út af því að það er svo erfitt að fá ráðningar. Já, þannig að og síðan fyrstu bara aukalega ofan á þetta, kvötta milljarð út af aðhalspólitík og Excel-planinu hjá Kristrúnu og þessari nýju ríkisstjórn sem, þú veist, náttúrulega til þess að borga upp skuldir. En þú veist, maður einhvern veginn, þú veist, þetta er svolítið svona svo álag á ungar fjölskyldur með börn. Þú veist, ámaður að setja allt þetta álag á sig í 2 ár og borga skuldir upp eða ámaður kannski aðeins að treyna það, þú veist, og lifa og lenda ekki í kulnun. Þú veist, og það er svolítið eins og þessi ríkisstjórn sé að, þú veist, hún ætli bara að senda okkur í meiri kulnun. Heldur, og það hefur verið nokkuð mikil kulnun í gangi. Þú veist, með Excel-skjalinu sínu, sko. En já, ég þegar ég byrja að tala um þetta þá kem ég alltaf smá í svona þú veist, það og maður sér þetta, þú veist, þetta sést í þessari landsbókasafnsfrétt og það er bara alltaf þessi aðhaldskrafa allstaðar. Og náttúrulega nýr borgarstjóri boðar bættan rekstur hjá Reykjavíkurborg. Já, voru þau ekki einmitt með eitthvað planum að skera niður í millistjórnendum og eitthvað? Jú, það var einhver umræðum það í kostningum. Það var líka svolítið mikið útfært, sko. Nei, og svo var líka rosa mikið hjá Viðreisn, svona eins og allt hefði verið bara það var ótrúlega mikið Excel-skjal hjá þeim, bara þú veist með millistjórnendunar og þeim myndu nú bjarga borginu með því að reka alla millistjórnendunar. Það var þeirra kosningabaráttu svolítið. Já. Þannig að já, þetta verður stuð hjá okkur. Já, verður gaman að fylgjast með. Eða ekki. Og búið að gefa út að það verður birtur einhver verkefnalisti á mánudaginn eða þriðjudaginn. Já, akkurat. Og borgarstjórnarfund á þriðjudaginn og þá kemur svona í ljós hvaða breytingar verða gerðar á stjórnkerfinu. Ég gerir nú ráð fyrir að boðun lokun mannréttindaskrifstofu og niðurlagningu mannréttindaráðs og svona, það verður nú bara farið frekar fljótt í það, sko. Geti jafnvel trú að það er gert bara á þessum fundi, sko. Allavega með ráðið, sko. Þannig að það verður svona, maður verður kannski með heyrnartól í vinnunni. Maður fylgjast kannski með þessum fundi. Það var Reykjavíkurborg, aðeins svona fylgjast með, og ég er komin í eitthvað svona spjallhóp með einhverjum svona borgarnördum þetta sem við erum svona velta fyrir okkur hver verði hvar, sko. Ertu ennþá að fylgjast með borgarstjórnarfundum? Já, rosalega sjaldan, sko. Það er aðalega einhver umræðum, einhver mál sem tengjast manns störfum þessa dagana, sko. En jú, það kemur alveg fyrir og það mér skilst á þeim sem hafa verið að livestreama þessum fundum að áhorfið hafi nú ekki verið mjög basic í gegnum árin, sko. Það hafi nú verið eitthvað svona 3-4 hræður en jú, ég gerist alveg segum það. Já, ég geri það líka, sko. Vel gert. En heyriði, það var einhver mynd Davíð Oddsson, sáu þið hana? Nei, bara Þetta er áhugi á Davíð Oddsson rosalegur. Nei, en maður finnst með umræðum. Ég bara satt að segja hafði ekki áhuga á að horfa á hana núna og sérstaklega mér fannst sérstætt að gera hana svona stutt eftir andlátans og þá einmitt kemur í ljós að þá verður þetta svo mikið bara hrós og tilfinningar og hvað hann var frábær, þú veist, þannig að allir hans vinir fá að mæra hann og svo náttúrulega kemur einn þarna inn sem að tekur á sig að vera vondikallinn og segja eitthvað og gagnrýna eitthvað og þá er hann bara algjörlega, sko, ég var að reyna að lesa í gegnum kommentakerfið þannig hjá Hallgrími Helgasyni og þetta er svak það sem fólk leiði sér að segja, láta út úr sér út af því að bara hann er ekki sammálað þeim Davíð Oddsson, sko. Nei, þetta er náttúrulega maður sem innleiti nýfrjálshyggjuna í stjórnkerfi okkar og talandi allan niðurskurðinn, sko. En þetta er rosa góða punktur sem að segir með að, þú veist, maður skilur það alveg, hann er nýdáinn að bara fólk er í sorgarferli og þetta er ekki tíminn, þú veist, þetta er ekkert eitthvað sérstaklega tíminn til þess að vera að horfa á svona heimildamynd og það er ekki tíminn út af því að einhver tíman þarf að gera upp hvað Davíð Oddsson
bara Davíð Oddsson og Ísland en þetta kannski ekki tíminn fyrir það og þú veist, Hallgrímur Helga lendir þarna þessu einhvern veginn bara, hann veit ekki hvað hann tók á sig sko þegar hann sagði já þessu viðtali þú veist, en þú veist, seinna kannski eftir 5 ára eða eitthvað, þú veist, þá þarf algjörlega að gera upp þessa tíma sem að hann táknar. Hann Davíð Oddsson og líka bara þetta hvernig allt í einu var komin að upp í Morgunblað og satt þar bara það sem eftir var, sko. Já. Þú veist, þetta náttúrulega einhvern veginn, og þegar hann fór í forsetaframboð, ég mig gleyma því. Já, það er bara, þú veist, ég var að reyna að útskýra forsetakostningar á Íslandi fyrir sænskri vinkonu minni og hún var eitthvað, þetta er allt eitthvað mjög skrítið, já, þetta er eiginlega pínu skrítið. Já, akkurat, það er skrítin kapitúlismi. Hún verður bara ánægð með að vera bara með kóngin sinn síðan, það er ekki að standa í þessu. Það er einfaldur að vera bara með kóng, sko. Búin að vera að sem 1978 eða eitthvað. Já, þetta er náttúrulega embætti sem er eiginlega svolítið bara eins og konungs, hérna. Já, bara mjög svipað. Akkurat. Já. Þannig það fer kannski eftir í hver gegnir því, ég veit það ekki, en ég hef ekki haft löngun í mér til að horfa þess að mitt. Nei. En kannski þræla maður sér í gegnum þetta. Var þetta á RÚV eða hver? Mér skilst það, já. Ok. Já, svona þegar maður hefur ekkert annað að gera það. Sem maður er bara... Já, sem það tími kemur. Einmitt, já, akkurat. En Vala, fyrst að þú ert hérna, það var hvalveiðiskip að leggjur höfn. Sko það lagði ekki eins og úr höfn. Þetta var ótrúlega sérstök frétt. Það var alveg svona live news frá höfninni þegar að hvalbátur fer úr slipp niður í sjó. Já. Og svo gerst ekkert meir. Og mér fannst þetta svolítið skrítið. Og og maður náttúrulega öllu vanur í þessari baráttu. Og mér finnst einhvern veginn nóg að Kristján Loftsson hafi Morgunblaðið sem sitt áráðurstæki þó að sín fari ekki að taka þátt í þessu sko. Já, þetta var svolítið spes. Þetta var mjög sérstætt. Bara Kristján Már Unnarsson hann heimir lifandi glaður yfir því að hvalbátarnir væru komnir þarna og var tilbúnir í slaginn og þú veist það var svona eins og einhver íþróttaviðburður. Þetta var einhver svona pepp hjá honum sko. Ég var nú ánægðsamt með Telmu Tómas sem að spurði hann býttu það nú samt ekki allir sátti við þetta. Nei, já, hún spurði hvort það mætti eiga von á einhverjum aktivistum. Já. Paul Watson er vist búin að boða komu sína sem að ég veit ekki hvort verður sko. Nei. Já. Ég veit ekki alveg. Ég fyndi ef þetta væri svona daglegur viðburður á Vísi að bara skip færu í sjó. Nákvæmlega, hvert einasta skip, bara það er búið að laga þetta skip. Já. En ég náttúrulega hef mjög miklar áhyggjur af þessu samt. Ég er enn að halda í voninu að þetta sé bara svona djók. Við ætlum ekkert að veiðar af því að það er engin kaupandi. Ég veit ekki alveg af hverju hann er að fara að veiðar þegar hann hefur engan kaupanda fyrir hvalkjötið. Það er algjörlega út í hött. Hann borgar bara með þessu. Hann borgar bara með þessu og hann er ekki búin að selja kjöti sem hann veitir 2023. Nei. Jú, það er bara óselt. Út af því að Japanir vildu það ekki og Íslendingar borða það ekki. Þannig þetta er svo galið, sko. Þetta er einhvern veginn, þetta er alveg út úr kú og þú veist, á alla vegu. Kjöt frá 23. Já, ég langar það ekki hérna. Það er í frysti í Hafnarfirði og getur ekki góðan díl. Oh my god. Klikkað. Já. Já, það er svona, ég var að horfa á mynd sem heitir The Earth Greatest Enemy, voru með bíósýningu í Friðarhúsi, svo ég fari nú að plugga hér kvikmyndaklúbið samtaka hernaðaranstæðinga. Já, það er. Og tilvalin vettvangur til þess og umhverfis umsvif Bandaríkjahers. Já. Og það voru bara flottustu mótmælandi sem ég hef séð. Þetta eru sérst bara fólk bara komið yfir 70 áttrætt í Japan, sérst hjá herstöði minnur að sé Okinawa, Japan frekar ekstra annars þar og þau mega sérst ekki, Japanar eru mjög löghlynir og löggan má ekki, þú veist, handtaka gamalt fólk sem er að labba yfir götu en þau mega ekki setjast á götuna. Þannig að alltaf þegar vera að færa eitthvað svona hergögn og eitthvað svona umhverfissóðadrasl sem þá fara þau og labba alveg bara geðveikt hægt og stoppa bara alltaf umferðina og þetta var í myndinni og ég bara svona þetta er gól hjá mér bara þannig verð ég bara með göngugrindina komin aftur í aktivismann þú veist já en fólk er svona ekki mikið að spá kannski og það var nú eitt af þessum umræðefnum sem var nú ekki mikið
í deiglunni í sveitarstjórnarkosningunum og það eru umhverfismálin. Maður bara saknaði þess mjög úr allri umræðu að þau væri eitthvað á dagskrá. Já. Eiginlega bara öfugt, sko. Það var svona öfug umhverfismál. Bara keyrum bílinn okkar, bara verið með dísiljeppana í gangi fyrir utan búðir á Laugaveginum. Það eru mannréttindi. Endurskoðum samgöngusáttmálann, þú veist, sem að tók svo langan tíma að ná þessum sáttmála. Og hann málamiðlun, sko. Það ekki eins og hafi ekki allir flokka fengið einhverju fram þarna. Ég var að fara upp í Kópavog í gær og keyrði og stólparnir eru komnir fyrir brúna yfir í Kópavog. Já, það komið. Kársnesbrúin. Já, það eru svo spennandi að fá þessa brú, sko. Já, heldur betur. Gaman að sjá eitthvað svona árangur af þessu. Já. Mjög pepp. En þetta einmitt í stjórnarsáttmálanum, að einmitt endurskoða samgöngusáttmálan. Einmitt, akkurat. Í meirihluta sáttmálanum sem að þau voru að gera með sér. Mér finnst það svolítið spes, sko. Svo talaði Viðreisn ekki fyrir Já, og líka þetta svo skrítið bara með Sjálfstæðisflokkin, eins og hann einhvern veginn var, þú veist, náttúrulega saga Sjálfstæðisflokknum í borgarstjórn síðustu 20-25 ár er náttúrulega pínu komisk. Það hafa orðið ansi mörg einhvern veginn og þar kom Davíð í sögu. Já, svo núna eru það að reyna að stilla saman strengjum og ná þarna út af því að Hildur var alveg með þarna borgarlínunni. Allt í einu bara ætlaði hún núna greinilega ná atkvæði frá miðflokknum og bara Brynjar Níelsson komin inn til þeirra. Hann er bara eins og heill miðflokkur út af fyrir sig. Já, nákvæmlega. Þú veist, og svo maður einhvern veginn, þið hafið sögu af því að ykkar eigin borgarstjórn hefur sprungið ykkur upp. Viljið þið fá þennan mann? Þú veist, þannig ég er alveg svona, mér finnst alveg svona 50-50 líkur á þetta muni bara fara í eitthvað svona Vilhjálm Þótt Vilhjálmsson, sko. Maður að frétta okkur svona bara hressum sögum að Brynjar Níels í kosningabaráttuna sem hann var bara okkur svona fundum og stóð bara upp og labbaði út og ég nefndi ekki að vera þar. Nei, hættu. Þannig þetta gerist allavega í tvígang. Þannig það verður gaman að sjá þegar það verður gefnir út mætingalistar á fundi og svona. Akkurat. Nema þau eru hætti að byrta þá. Ég veit ekki hvort það skilta. Ég hugsaði með þetta. Held ég á sínum tíma. Já, ég bæði verið varaþingmaður og varaborgarfulltrúi. Og það er sko mikið meiri viðvera í Reykjavíkurborg. Þú þarft að mæta á fundi og þú þarft að vera líka til þess að vera með atkvæðisrétt, skiluru, heldur en í þingi. Já, þú þarft að mæta á vissa fundi í þinginu, en menn eins og Brynjar Níelsson og fleiri sem hafa bara komist upp með að mæta rosalega illa á þingi. Þú kemst ekkert upp með það í Reykjavíkurborg. Þannig ég hugsaði bara að þetta muni ekki vera langlíft með Brynjar. Og Reykjavíkurborg, munun og sveitastjórn og þinginu, ég meina þetta er náttúrulega fjölskipa stjórnvald og þú ert bara í þessari nærþjónustu, en þú ert miklu nær íbúanum, sko. Maður var nú bara með fólk í Hagkaup í Skeifunni og nú formaði velferðarráðs í nokkur ár, sko. Og það var bara, ert þú að þessi Elín? Þú veist, bara fólk eitthvað alltaf mann röndum og maður bara, hæ, ég er nú bara vesli matinn með barnum mitt í kerru, bara gaman að sjá þig, hún mátt panta hjá mér viðtalstíma. En ég var einmitt alltaf með viðtalstíma og ég veit ekki hvernig því ég háttaði í dag. Það voru borgarfulltrúar með skrifstofu Tjarnargötu 12. Já, einmitt. Og það var bara alltaf uppbókað, sko, eitthvað 2 tíma slott á viku. Þar sem fólk vildi koma og tala við formann velferðarráðs hinn ýmsu mál og bara mikilvæg hluti af starfinu að vera í einhverjum tengslum við íbúa. Það er nefnilega svo rosalega mikilvægt að vera í tengslum við íbúa og maður vona bara að þau muni gera það en þess að, þú veist, eins og við sögum þetta er fólk, þetta er úr einum þú veist, einni stétt sem er núna að komast til valda það er ekki mikið fjölbreytni þannig. Nei. En svo er þetta líka mjög tæpur meirihluti, er það ekki? Það er bara þetta er bara 12 manns. Brynjar mætir ekki. Ef Brynjar fyrir miðflokkinn, þá er bara það verður örugglega nóg að gera hjá varaborgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Ég ætti eftir að tjekka hver var í fyrsti vara. Það voru þau mörg sem komist inn og 8 hjá Sjálfstæðis. Hver var eftir í 9. sæti? Bara mann þetta ekki. Emmett. Og bara öll ný í rauninni nema Hildur og Ragn. Já, og hún Alda. Ég held að séu bara 2 í þessum 8-manna hópi sem að hafa verið. Sem hafa reynslu. Jú, Einar. Friðjón, já, hann náði inn, já. Hann var þarna í einhverju 7. 8. sæti. Býtu náði Friðjón
inn? Já, ég held að Freyjón sé inni, sko. Mér fannst eins og hann væri að kveðja í síðustu viku, væri með einhverja svona kveðjuræðu. Mér minnir að hann hafi verið sé inni, sko. Það voru einhverjir sjálfstæðismenn sem voru að setja út á ræðunans sem sagt eftir að búa að tilkynna meirihlutan að það var ekki verið að fara í meirihlutan með miðflokkin, þá sá ég einhver svona komment, já, það er Friðjóns ángin af sjálfstæðisflokknum út af því að hann var að tala hérna hinsegin fólk og hinsegin réttindi og eitthvað á síðasta fundi borgarstjórnar, sko. Þannig að maður svona, já, ok. Þú veist, já, ég held að hann sé alveg klofinn líka, bara sjálfstæðisflokkurinn. Þannig að það er líka áhugavert að sjá þetta. Og hann hefur náttúrulega verið alveg, ég hef alveg verið á fundum í borgarráði sem að þá var nú Hildur, ætli Eyþór hafi ekki verið þá frekar en Hildur, Eyþór hérna Arnalds tóttmóbíl maður og þau voru held ég sko 3 í borgarráði og það var 1 mál og það var 1 sem kaus með, 1 á móti og 1 satt hjá. Já, það var og þetta gerðist alveg, þetta var ekkert eitthvað svona einstæmi, þetta gerðist alveg svona reglulega, bara það voru bara mjög skipta skoðanir, en svona einhvern veginn klúður aldarinnar var náttúrulega hjá Kjartani og Mörtu að fara einhvern veginn yfir í miðflokkin og fá svo einhvern veginn ekkert sæti og bara einhvern veginn detta út, sko. Ég held að þau hafa einhvern veginn bæði þau 2 og Helgi Ás einhvern veginn gert ráð fyrir að fyrstu voru að fara yfir að þau hefðu fengið eitthvað svona meira solid sæti, sko, sem sitjandi borgarfulltrúar. Já, einmitt. En þau einhvern veginn ná í Ara Edvald og það verður einhvern veginn bara, var hann eitthvað búinn að segja hvort hann ætlaði að taka við stjórnarformennsku í Orkuveitunni? Ég bara veit ekki, ég bara frétti að hann hafi, honum hafi verið boðið þetta, en já, þetta verður eitthvað svona, verður áhugavert að fylgjast með þessu og þessum borgarstjórnarflokki miðflokksins, þar er náttúrulega eitthvað fólk sem maður þekkir kannski ekki alveg til í pólitík og bara þessi hópur, sjálfstæðshópurinn bara mikið til alveg nýtt og óreint fólk í pólitík og náttúrulega mikil endurnýjun líka hjá Samfylkingunni. Það er ekki bara Skúli og Heiða sem að hafa reynslu áður, þannig að það 3 nýjir borgarfulltrúar hjá þeim. Já, einmitt. Þannig að það verður bara áhugavert að fylgjast með. Já. Ekki það, ég er alltaf mjög hlynnt breytingum og útskiptingum, sko, en það er kannski verra ef það er öllum skipt út á sama tíma. Það er einhver svona 16 af 23 er alveg slatti. Það er svolítið mikið, sko. Það var nú gerð einhver rannsókn á svona starfsaðstæðum og kjörum sveitastjórnarfólks, þar kannski sker Reykjavík svolítið úr sem er nú kannski svona eiginlega eina sveitafélagi sem eru svona einhver atvinnupolítíkusar, sko, fyrir utan bara bæjarstjórana. Það er bara mikil endurnýjun og sérstaklega í þessi minni sveitafélögum, þetta eru bara oft illa launustörf og fundir á kvöldir og helgar og fólk bara forgásaðar einhverju öðrum, sko, verkefnum fram yfir það. Svolítið eins og að vera í húsfélaginu. Já, þetta er svolítið eins og að vera í húsfélaginu og það var mikið, ég man ekki hvort það var 60%, ég veit ekki hvort það er búið að taka saman eftir þessu kosningar, en mér minnir 18-22, eftir kjörtímabili 22 hafi verið 60% endurnýjun á kjörnum fulltrúum í sveitarstjórnum á landinu, sko. Það er svolítið mikið, sko, í einu. Það er mjög mikið í einu. En við þetta endurnýjun og ekki gott, held ég, holdt og gott fyrir neitt að vera of lengi í þessu, því að fólk á líka bara verið í smá tengslum við samfélagi, sko. Já, náttúrulega gott að hafa einhverju endurnýjun. Já, þetta er svona eitthvað bland. Já, en ekki endilega skipta út öllum í einu, Þetta var náttúrulega svolítið spes kosningabarátta. Hún var mjög sérstök. Mér fannst líka fara að lítið fyrir henni. Nú var ég svo upptekinn af því að ég er í mastersnámi og það var bara svo mikið að gera hjá mér. Og ég varði ekkert mikið vör við hana. Þú veist, ég horfi samt alltaf á fréttir og ég fylgist með miðlunum, sko. En þú veist, mér finnst eins og hún hafi bara algjörlega færst yfir á samfélagsmiðla og ef maður er ekkert mikið að fylgjast með samfélagsmiðlum út af því að maður er upptekinn í öðru, þá bara, ég minnst því svolítið af svona helstu, sko. Ég held að einmitt svona fyrir áhuga fólk lýðræði og kosningaþáttöku og bara svona lýðræðis, þú veist, þess að talandi þess að þjóðaratkvæðagreiðslu út af Evrópusambandinu, var hún eitthvað á listanum? Það var einmitt það sem ég ætlaði að nefna. Það er einhvern veginn bara minkandi kosningaþáttaka og einmitt held ég bara eitt af því sem að
flestir flokkar gera að ofmeta áhrif samfélagsmiðla og svo ert þú bara í þinni búblu, þannig að þú ert bara að sjá það sem þitt fólk að gera og meðan aðrir, þannig að svona þessi balansera umræða, hún verður voðalega lítil. Það sem ert að heyra einhver anstað sjónamið og skilja eitthvað svona, þú ert bara sammála þínu fólki og hinn eru bara sammála sínu fólki og svo verður bara polarisering einhvern veginn meiri og ég ekkert viss að þetta sé eitthvað gott fyrir lýðræði og svo náttúrulega sé mjög lága kosningaþátttaka innflytjenda í sveitarstjórnarkosningum sem náttúrulega bara mikið áhyggjuefni verandi komið með hátt í 20% af íbúðum, 17-18% íbúðum borgarinnar af erlendum uppruna, kannski ekki allir með kosningarétt í sveitarstjórnum en ansi stór hópur. Það er samt alltaf fleiri með kosningarétt í sveitarstjórnum heldur en til lands. Og er hún lág? Ég hef aldrei séð mjög lág. Það sé ekki búið að gefa út tölur núna en 22 voru hópar eins og það er náttúrulega bæði að þetta skiptist í tvennt. Það eru Norðurlöndin sem er að kjósa eftir 3 ár og svo aðrir aðrir eftir 5 ár eftir búsetu í sveitarfélaginu. Ég held að sé reynda búið að breyta þessu og það séu allir með 3 ár. Það var allavega samkvæmt Ísland.is, það var einmitt svolítið ósamræmi og vorum einmitt að fara í gegnum þetta og það kannski var bara í uppfæslunum og kostningalögunum síðast. Ég hugsa það og það var bara mjög lágt bara 20-30% eitthvað. En mér skilst að þegar fólk hafi fengið hnipp í gegnum Ísland.is að það megi kjósa. Já, að minna þau á að kjósa. Já, fyrir það sem fylgist vel með Ísland.is. En það eru ekki allir einmitt og ekkert allir sem eru kannski endilega komnir inn í það kerfi. Maðurinn minn er náttúrulega nýr Íslendingur frá, sem sagt, upprunalega frá Afganistan og við erum svona, þannig að við svona sjáum svolítið inn í afganska samfélagi og svona mörg samfélag og ég fann svolítið fyrir því núna og hann var líka einn af þessum sem lendi því að vera, brúnn leigubílstjóri og það sem að hann fær af kommentum, hann er eiginlega hættur út af þessu það er líka bara í bílnum fullir Íslendingar á næturna bara ertu múslimi það er bara svona, þetta er orðið svona og þeir eru bara allir svolítið að tala að flytja frá Íslandi núna og bara það er bara svolítið svona, það er bara tími þar sem að þau finna svo mikið fyrir rasismannum og það er svo mikið vonleysi í gangi með þessa og bara einhvern veginn þessi trú einhvern veginn á að Ísland væri frjálslynd land, hún er bara algjörlega farin og maður er einhvern veginn svona, ég veit ekki einu svona hvernig ég á að svara ég eitthvað, jú ok, við búum hérna, þú veist einhvern veginn út af því að þetta er bara svo hrikalegt það er bara búið að opna eitthvað Pandoru box og fólk leifir sér eins og þetta bara að vera í leigubíl hjá brúnni mannesku og segja bara ertu múslimi og þetta er bara að gera svolítið mikið þannig að þú veist að þessi og þetta er alveg hópur þú veist sem ég hef verið duglega að hvetja til þess að kjósa skiljiði, þetta eru mikið til íslenski ríkisborgarar sem hafa búið hérna í 10 ár kannski og bara og eru svolítið bara búin að missa trúna núna eftir þessi síðust 2 ár. Og náttúrulega kosningabaráttan var svolítið keyrð líka á bara ótta í garð innflytjenda. Einmitt. Og verðist vera að uppskera miðflokkurinn í samræmi við það og maður er bara heyrt svipaður sögu frá öðrum jaðarsettum hópum, menn hinsegin fólk er bara að fara að vera vart sig og það er verið að veitast að sýnilega hinsegin fólki í miðbænum helgar og þetta er bara ungt fólk það er að ráðast á transkrakka og maður veit ekki hvað þannig að þetta er nú ekkit þetta er svona, og þetta hangir allt saman það er það sem að er svo skrítið að fólk sjá ekki í gegnum að þessi jaðarsetning ákveðna hópa og svona að fara að etja einhverjum hópum saman það endar náttúrulega alltaf bara illa Já og þetta hefur því miður bara búrið árangur þetta er þessi hræðslu áráður Já, akkurat þannig að við erum kannski öryggisverfi hjá bókum Já, einmitt Ég var einhvern veginn þú veist, ég var einhvern veginn svona farin að halda í vonina að þú veist allavega atvinnurekendur myndi einhvern veginn berjast gegn þessari orðræðu vegna þess að það er svo mikið af þessu fólki í vinnu hjá því og þetta er harðduglegt upp til hópa eins og þeir einhverjur tjáðu sig þegar Venezuela fólkinu
var vísað aftur heim til sín út í að það átt að vera svo örugt að þú veist, þá fekk maður aðeins svona heyri í þeim og þeir bara heyrðu, þeir eru að taka hérna starfsfólki mitt og þetta gengur ekki en það heyrist rosa lítið í þeim og þú veist, ég giska á að þetta fólk sé enn að kjósa bara Sjálfstæðisflokkinn og Miðflokkinn eins og flestir í þessum stóru atvinnurekendum þó að nánast allt starfsfólk gera eins og við skoðum bara dagar og þessi hreingerningarfyrirtæki það er nánast engir Íslendingar að vinna hana og þú veist þetta er svo skrítið af því að þú veist, okkur ber öllum hag á því að þetta fólk sé hér og sé hluti af okkar samfélagi en einhvern veginn þá leifa sömu fólk aðilar og bera haga því sér að vera með þessu orðræðu gegn þeim og láta finnast þau óvelkomin hérna. Ég ætla að fá að skjóta inn út af því ég fór að hugsa maðurinn minn er að hætta með Texan og við vorum að sækja störf fyrir hann á alfred.is í fyrra svona vörubílastörf og allt í einu, við höfum verið að gera eitthvað smá tíma, þá voru á öllum störfum, þú veist, það stendur alltaf enska, íslenska, hvað þetta er, allt í einu kom á öll störfin íslenska nauðsyn, sem hafa ekki verið áður. Og þú veist, og þetta eru störf, þú veist, fólkið er ekki að fara að fá, fólk sem kann hérna einhverja reybrennandi íslensku, þú veist, út af því að Íslendingarnir eru ekki sækjum þessi störf, þú veist, en allt í einu voru atvinnurekendurnir farnir að krefjast. Að setja það í. Þetta var að gerast þarna í fyrra, Þannig að þú veist, það er bara öll þessi merki sem eru allt í einu komin inn, sem að náttúrulega sína hvaða tíma við erum að lifa, sem að er bara svo sorglegt og til þess að reyna að vera vongóð, þá vona ég bara að þetta taki sem þú veist, það er ekki bara fljótt yfir, þú veist, en maður einhvern veginn svona, þú veist, það er bara þegar náttúrulega búið að gerast mjög mikið af slæmum hlutum út í heim, þú veist, en við erum náttúrulega að tala síðustu vikuna í fréttum, þannig að ég sé komin eitthvað, 2 ára aftur í tíman eða hvað það er. Þetta tegir sér náttúrulega alltaf eitthvað, Akkurat. Það gerist ekki í ykkur tómarúmi. Nei, það er erfitt að tala viku án alls hins. Akkurat. En það væri illa fyrir okkur komið ef útlendingarnir myndi allir fara. Akkurat, þá bara, þú veist, viljum við þessa gamlu tíma sem að er alltaf að vera romantísera, við viljum þá ekki. Nei, ég held að það sé bara viss típa af fólki sem að romantísera eitthvað sem að var aldrei neitt frábært. Man ekki hvort það var í síðustu viku og þar síðustu með í vandræðalegasta sem ég hef séð var hérna Snorri Másson og hjólabretti á Ingólfstorgi, var það kannski þar síðustu viku. Ég mista það setjum eitthvað sumarmarka þarna og skeitar hann fara eitthvað að kvarta, þetta er svona þeirra place og hann einhvern veginn mætir með bara alltaf í jakkafötum, hann var í einhverjum svona hettupeysu með hjólabretti og þetta var bara það vandræðalegasta sem ég hef séð. Það var alltaf svona hello fellow kids. Já, það var svona hello fellow kids stemming, Og svo komst ég, hann fættu 1997 og hann er bara kid. Þá leið mér skyndilega mjög gamall. Ég var mjög gömul við það að fá þessa upplýsingar. Já, nokkur. Já. Þetta er frekar skuggalegt. En hvað finnst ykkur að við fáum þjóðaratkvæðagreiðslu með ESB? Þrátt fyrir hérna málþóf. Ég skil ekki af hverju svona mikil umræðu þetta núna. Ég er bara svona, erum við ekki að fara í ganga, er þetta ekki atkvæðagreiðslu hvort við viljum fara í samningsviðræður við ESB? Þú veist, ég skil ekki af hverju það er umræðu þetta. Þú veist, auðvitað kjósum við þetta. Ég er náttúrulega bara svona þjóðaratkvæðagreiðslu kona, finnst þetta að greiða bara leyfa þjóðan að velja í miklu fleiri málum, þannig að ég er náttúrulega bara sem eitthvað svona lýðræðis manneskja fagna þessu bara. Já, þetta er svo skrítið að það sé komin þessi umræða núna sem er eitthvað svona eins og það sé að reyna að koma í veg fyrir lýðræðislega kostningu sem ég skildi ekki alveg. Já. Nei, einmitt. Og svo einhvern veginn, ég sá einhver hrikalega fyrirsögn frá honum gamla ráðherra. Ég bara gat ekki, þú veist, hann var að tala um að nauðga fjallkonunni. Ég var bara Guðni Ágústsson. Hvernig bjóð hann til þessa mynd í hausnum mínum? Bara að nota þessa myndlíkingu. Af hverju nota þessi orð? Mér fannst það bara svo, þú veist, að vera að komin þennan stað með því að reyna að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er bara, og nota svona orðalag. Það, þú veist, bara já, við getum bara byrjað að greina þetta út frá einhverju feðraveldi, sko. Þú veist, ert þú maðurinn til þess að segja þessi orðskilur og ég fór ekki lengra, ég bara gat ekki. Þetta var bara svona. Það sé á baku eldavélina.
Einmitt. Þetta er först þar. Nei, en ég, einhvern veginn, já, og mér finnst þessi umræða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, þetta kom nú líka þarna í síðasta málþófi, minnst bara svona, þú veist, almenningur alveg búin að fá nóg af þessu, þú veist, svo koma þarna allar akstursgreiðslunar og hvað allt þetta liði með í laun, þú veist, þau eru að vinna fyrir okkur, sko, við erum ekki að vinna fyrir þau og ég held að almenningur sé búin að fá svolítið svona, og það með þessi búbla, þau halda einhvern veginn bara allir sé að velta sér upp úr þessu. Það fólk í kringum mig allavega, það afskaplega fáir að pæla í þessu ef við varum að reynskilið, sko. Og bara, ó nei, leyfðu bara fólki að kjósa eitthvað. Það stórhættulegt. Nei, það bara allt í góðu með það, sko. Kjósa að fara í samtökunum. Nákvæmlega, þetta einhvern veginn. Mættum bara kjósa og greiða atkvæðum alls konar aðra hluti, bara miklu sammálaðir, En mér finnst samt líka svolítið áhugavert að það séu svona, þú veist, þessir flokkar sem eru hagsmunasamtök, sem sagt, auðstjættarinnar í raun og veru að þau séu komin í svona í raun og veru strax í svona áráðsherferð gegn ESB, svo á sama tíma þá les maður að 250 fyrirtæki gera upp í evrum og geta öll fengið lánin sín í evrum á meðan við almenningur þurfum, þú veist, að fara eftir seðlabankastjóra og fá vextin okkar á 8% í besta falli, þú veist, ég ekki að fatta þessa stöðu. Og náttúrulega bara meðan að stórútgerðin bara græðir stórkostlega á veiku gengi krónunar, þá náttúrulega engin hagsmunir þeirra að almenningur hafið eitthvað betra, sko, og meðan þeir græða peninga, þá þeim held ég alveg sama það sýnir einmitt bara hvað þeim sama og meðan að þeir fá sitt, sko. Þetta náttúrulega bara fiskikongarnir, þetta bara þeirra hagsmunir sem verið að berast fyrir og það er svo sýnilegt og mér finnst svo leiðilegt að fólk sjáu það ekki. Mér finnst svo leiðilegt að sé bara fullt af fólki sem eitthvað, evran vond og hvað hefur við að gera við lægri bankavexti? Þú veist, maður einhvern veginn svona, hvað hefur að gera við það? Já, nákvæmlega. Bara eftir hún að horfa á húsnæðislánin þitt. Seðlabankastjóri bara einhvern veginn, það alltaf há laun á Íslandi og viðskiptar á eitthvað skipta sér af öryrkjum og þeir hafa bara svo anskoti gott, sko, og þú veist, þetta bara og þetta bara útbreitt viðhorf að, þú veist, hér sé bara eitthvað fólk að leggjast á kerfið og þær hafa það nú svo gott þessar einstæðu bótunum, sko. Þetta ekkert einhver ný orðræða, hún bara búin að vera í áratugi, sko, og verið lifa góðu lífi. Svo vinna líka 300 manns í Seðlabankanum að halda lífi í þessa krónu. Já. 300 manns. Ég var í áfallið í komst að þessu. Ég var bara, hvað eru allir þessir einstaklingar að gera? Og launakostnaðurinn hjá viðskiptaráði fyrir 8 stöð gildi einhver 150 milljónir, þeir nú eitthvað með eitthvað herri kaup en einhverju millistjórn hjá Reykjavíkurborg. Ég búin að vera að hugsa þetta út af því að sem öryrki sjálf og þú veist það sem ég búin að vera að vinna í þessu málaflokki, þá var ég náttúrulega bara ekki bara bálreið, heldur bara, þú veist, þetta upplýsingaóreiða og líka í þessu máli með grunnskólan og þú veist, þau eru að nota starffræði líkun sem valdatæki og þurfa að reikna, talandi að borga þeim laun, þurfa að reikna veiklast út. Þú veist, þau kunni ekki starffræði með að við það sem þessar tölur sem komi með grunnskólana og framhaldsskólana, en varðandi þetta líka, ég hlusta á þetta viðtal við þennan hagfræðing sem heitir Ragnar hjá viðskiptaráði og ég var einmitt bara ámar kannski bara að sleppa því að tala viðskiptaráð út af því að þeir þrá neikvæðu athyglina og ég að veita þeim neikvæðu athygli og því ég bara góðan daginn, af hverju þið að tala eitthvað sem við veit ekki neitt og dreifa upplýsingaóreiðu, þú veist, og ég svona, og þeir þrá þetta, þeir að fá okkur típurnar til að vera reiðar. Og hver taktikinn þeirra, hver ástæða þess að þeir ákvaðu að taka öryrkjana fyrir? Herðu, það var læknafélagið. Hvaða hag bera þau að því? Já, akkurat, en sorglega að hann sem sagt sagði að það var vegna þess að læknafélagið sem að, ég hélt að hún nýji formaður við læknafélagsins væri einhver brautryðjandi en hún hefur valdið með vonbrigðum að undanförnu vegna þess að hún fór að tala að það þyrfti meiri hvata fyrir öryrkja til þess að fara á vinnumarkað sem sagt að hungur, neyð
og skuldir væri hvati til vinnu. Örvænting öryrkja ætti að leiða til þess að þeir fara á atvinnumarkað þar sem að þú veist það komið 5% atvinnuleysi, að það vera að segja upp allstaðar og það sem að viðskiptaráð á að vera að gera er að hvetja fyrirtækin til þess að veita öryrkjum og fötluðu fólki vinnu og þau hafa bara ekki verið að gera það vegna þess að fatlað fólk vill miklu meiri vinnur en það er ekki sveigjanleiki í vinnukerfinu. Þannig að þetta er í raun að veru Er ég að veita viðskiptaráði núna þessu aðtökli? Sýnist bara að falla í gröfuna. Ég fjall í gröfuna, algjörlega. En þú veist, ég hlusta á þetta viðtal og þú veist, ég nærrum því fann til hannúðar, með einhverjum með kallmanni, út af því að hann vissi ekki neitt hvað hann var að tala um. Þeir notuðu þarna samanburðu við Norðurlönd. Það sem að, þú veist, þetta átt að vera, tíðni öryrkja átt að vera sem mest á Norðurlöndum. Norðurlöndin eru 5, Noreg var hærri og samanburðurinn var ekki marktækur vegna þess að kerfin eru svo ólík. Þannig maður var alveg bara, þú veist, það er hægt að googla í 20 mínútur og bara afsanna orð mannsins. Varst ekki þú sem bentir á að í einhverju, hvort það var Danmörku eða Svíþjóð, þá eru til dæmis ekki skráðir sem öryrkja þeir sem eru yngri en 40. Þeir eru bara skráðir sem atvinnulausir þó þeir séu raun öryrkjar. Þannig að þá leika tölurnar ekkert sens. Í Danmörku er svona eitthvað sjúkara tryggingakerfi, þú veist, þú ert einhvern veginn á einhverjum sjúkradagpenningum í einhvern x tíma þó þú sért óvinnufær og ferð svo yfir að þetta skiptist eitthvað á milli ríkis og sveitafélag og þetta er bara einhvern veginn allt öðruvísi system, þú veist, ferða eitthvað sjúkradagpenninga sem er einhvern veginn allt öðruvísi en sjúkradagpenningar á Íslandi, sko, og fólk er á þeim jafnvel árum saman, sko, þannig að þetta er ekkert, þú veist, ekki takt að byrja þetta saman, sko. Og þú veist, ég ætla líka að segja með, þú veist, þetta er ekki hægt að byrja þetta saman. Þau fóru að gera þetta því að Læknafélagið kom með þetta og þau gerðu það og bæði töluðu hvata til vinnu sem að mér fannst líka svo ótrúlega áhugavert vegna þess að þú ert bara hlutgera neyðfólks í raun að veru. Og þarna, og á sama tíma kom í vikunni fréttum að 200 af 250 hæstlaunuðustu opinberu starfsmönnum var 89% læknar. Þú veist, og svo einhverju svona flugvirkjar hjá landhelgisgæslunni og eitthvað. Þú veist, hvar erum við komin þegar Læknafélagið Það er ekki verið neitt bókavörður á þessum lista. Hvar eru bókavörður? Einmitt, hæst launuðu. Já, þannig að þetta er búið að valda mér ótrúlega miklum vonbrigðum og þú veist líka, þú veist það er svo margar tölur sem eru vittlausar, ÖBI er búin að afsanna það sé okkur mikil fjölgun frá aldamótum, það er bara ekki. Þú veist, þannig að já, þannig að ég veit það ekki, ég verð mjög, ég verð bara mjög reið þegar ég tala um þetta. Já, ég skil það bara mjög vel. Þú veist, út af því að maður séð, fátækasta fólkið á Íslandi er ár eftir ár einhlæpar konur, mæður á örorku. Það er bara fátæktagildran að vera þar. Já, akkurat. Já, viðskiptaráð hefur náttúrulega verið svolítið duglegt við að dreifa svona mjög skrýtnum upplýsingum. Ég sá mitt rétt fyrir kosningar, þá voru þau að halda fram að fólk væri ánæðast þar sem með sorphirðu, þar sem að sorphirða væri boðin út. Já, hvað? Já. Og er það ekki þetta var rétt fyrir kosningar, sko. Lista, þetta var einmitt, þetta baráttumálum Já. Kristján Loftsson á nú hann að gáma stöðuna. Já, er ekki, já, Jú, að gera, veita honum meiri viðskipti, svo getur hægt að drepa hvali. En það er á þessum annars mjög fátæklega lista að bjóða út sorphirðu í einu hverfi, svona í tilraunaskyni. Já, byrja á því. Og svo var viðskiptaráð núna með þarna það sem ég var að vísi áðan sem að var þessi skýrsla frá menntamálaráðuneytinu útskriftur úr framhaldsskóla úr grunnskólum sem að var með þess að fyrirvara á að þetta segði eiginlega ekki neitt svo bjögg viðskiptaráð til einhvers konar tölur og það, ég tók eftir þessu vegna þess að, þú veist, ég er með börnin allir í Álftamýraskóla og hann var alveg neðstur og allir bara hvað er í gangi, þú veist, og svo allt í hennu kom í ljós að þetta var á því tímabili þar sem að Álftamýraskóli hét Háaleitiskóli. Þannig að tölurna voru... Já, þær voru bara, þessar tölur bara voru... Þetta var bara 1 ár af þessum 3 sem var kannað, það sem var merkt við Álftamýraskóla, þegar hann hét áður Háaleitiskóli. Þannig að þetta í raun og veru voru... Bara vitlaus, sko. Þetta voru bara vitlausar tölur vegna þess að þeir voru að reyna að einhvern veginn segja til hvaða nemendur tækju
sem sagt framhaldsskóla 3 árum, þó að þau tækju tölur sko, þar sem að, þú veist, bara 24, þar sem að voru að útskrifast bara fólk á 10 ára tímabili, þetta voru bara svo skakka tölur sem við byggum til þarna. Og það líka bara þetta, þú veist, og svo þetta alltaf að þegar einhver kemur með einhver tölur og líkun í einhverju svona almenna umræð, þá alltaf heyrðu bara tökum hérna mark á þeim sem kom með tölur. Já, fyrir nú utan það, ef þetta akkurat þetta tímabil, þá þetta COVID-tímabil og það mjög margir sem að droppi út úr skóla bara út af því, skilurðu. Náttúrulega, já, það bara ýmislegt sko og mér veist, ég nú framhaldsskólakennari þó ég hef nú ekki starfað við það mjög lengi en mér finnst bara svona umræðan þessa styttingu og bara þetta álag ungu fólki og talandi hérna geðheilbrigði þeirra og neyslumál og annað slíkt. Þú veist, núna sér maður það bara, þú veist, þessu bara tónlistaskólar eru bara í stökustu vandræðum að því að krakkar bara geta ekkert verið að sinna neinu öðru samhliða námi. Þú veist, þú hætti í íþróttum, þú hætti í tómstundum, þú hætti í tónlistanámi, að því það er bara pressa, þú veist, það er bara pressa þessu efni bara inn á styttri tíma og þau eru bara í skólanum frá 8 til 4-5 daga vikunar og eiga svo eftir að læra heima og vera í vinnu og gera þetta og hitt. Og maður er bara, við erum að búa til bara einhverja kynslóð sem er að fara að glíma við andleg veikindi bara með þessu uppleggi sko. Sónu minn er einmitt núna að velja sér menntaskóla sko og vorum að fara yfir þetta hvað hann vildi fara og ég eitthvað sting upp á hinn og þessu og sting upp á MR og hann bara nei, þá þarf ég að hætta í fótbolta hætta allir í fótbolta sem fara í MR af því að það er svo erfitt og það er mikið lærdómur þú veist, ég er meira svona kannski reyna að koma honum í einhvern skóla þar sem hann má taka sinn tíma og þarf ekki að klára fyrir 5 árum en þess að hann er bara að gera aðra hluti líka sko og það á að gera það þegar maður er ungur með ungmenni heima sem er að verða 19 og eftir 1 ár eftir að hafa verið 3 ár í framhaldsskóla og það einhvern veginn sett upp sem eitthvað svaka feiljur og ég og pabbi erum bæði stúdentar á 4 árum og við erum það bara ágætt sko þannig að pressan og samanburðurinn verður svo mikill sko ég tók nú 5 ár í mitt sko nákvæmlega fullt af fólki sem tók 5 og alls konar eiginlega stúdentar og eitthvað ég meina þetta er náttúrulega líka og mér fannst það svona í þessum svona framhaldsskóla málum ég meina Ísland var svolítið öfunda hinum Norðurlöndum hvað framhaldsskólakerfi Íslandi var opið og hvað krakkar höfðu val lengi þau þurfa alveg að ákveða sér svona 12 til 14 ára á flestum Norðurlöndum er ég að fara að vera í tungumálum eða raungreinum og fara að velja rosalega og Bretlandi ennþá fyrr sko og veist að þetta opna kerfi og svo náttúrulega þessi 25 ára regla svo ég fari nú lengra aftur í tíman en 1 vika veist þetta hefur allt haft svona þessi svona hindrandi áhrif á að fólk geti sótt sér menntun sem eru með einn stærsta tækifæri fólks með annarkvort skerta starfsgetu eða innflytjanda eða fátæks fólks til betra lífs, það er menntun. Það er bara það sem að, á að fókusa á ef við viljum minnka ójöfnu og misskiptingu í samfélagi, það er að vera með öflugt og öflugt menntakerfi, ekki með öllum þessum hindrunum sko. Við höfum ekki verið að standa í þessu fyrir eitthvað skífurit hjá viðskiptaráði sko. Og ef álagi er of mikið líka í náminu hjá þessum krökkum þá er það ekkert að skila sér mjög mikið, þau læra bara fyrir próf og svo sér maður náttúrulega þau nota gervigreindina mjög mikið og þau læra náttúrulega ekki mikið í fögunum sjálfum ef þau fá gervigreind til þess að leysa verkefni en það er oft bara út af tímaþröng þú veist, ef það er endalaus pressa á þau eru bara að reyna að skila verkefnum á réttum tíma og grípa í þetta sko. Ég held að það sé mikið til þess og svo er þetta líka bara þessi þróun með einhvern veginn að hvetja alla í einhverju svona praktíska átt og átt að STEM-greinum sem er líka svolítið að gerast. Ég veit til dæmis í MR hafa málabrautirnar verið bara hverfandi sko, þú veist, sem eru einhvern veginn öll, þú veist, alltaf ná að fanga mannlífið, allar þessar greinar sem að ná að skilja söguna og hafa einhvers konar gagnrýna hugsun, það bara að fara minnkandi og þú veist, maður finnur þetta líka upp í háskóla, líka vegna þess að námslánakerfið er bara orðið þannig að fólk er hægt að nýta sér það. Allir að vinna og þú veist, margir með 100% vinnu og 100% skóla, þetta er að verða normið sem að var ekki, þú veist, ég var fyrir 20 árum kannski
í bíanámi, þetta var ekki svona, það voru allir á námslánum þá. Og allir bara í skólanum, svo núna eru bara allir einhvern veginn í skólinni bara einhvern veginn að verða að einhverju svona auka, nema þú kannski, þú veist, eigir foreldrar sem að búi í Vesturbænum og getur búið heima hjá þér, þú veist. Já, við erum með litla íbúð í kjallaranum sem við getur búið í. Akkurat, já, þetta er líka, þetta bara hefur svo mikil áhrif út í samfélagi líka, því að nú vantar okkur líka mentað fólk í ýmis störf, okkur vantar kennara, það vantar leikskólakennara, það vantar hjúkrunarfræðinga og náttúrulega ef við erum með mentakerfi sem að býður fólk ekki velkomið, þá náttúrulega fáum við aldrei fólk til að, já, þannig að ég veit ekki alveg, sko, hvað, hvort að viðskiptaráð sé endilega heppilegt til þess að vera leiðbenn okkur í, og fjármögnunarmódel framhaldsskólana náttúrulega gerir, þeir hygla þeim sem að útskrifa krakkana hratt, þannig að skólar sem eru þekktir bara, þú veist, eins og FA eða FB eða einhver tækniskóli sem eru bara þekktir fyrir að mæta fjölbreyttar í hópi nemenda sem er ekkert að fara í einhverja elítuskóla, þeir eru ekkert endilega að fá eitthvað, þú veist, auka fjármagn fyrir að vera að sinna, þú veist, krökkum með lesblindu og einhverju taugaþroskarófi og ýmislegt, þú veist, það er einhvern veginn að þetta er orðið svo rosalega svona afurða baserað kerfi að framleiða einhverja gráður fyrir atvinnulífi, sko. Atvinnulífsmiðað, já, sem er bara ekki gagnlegt. Og samt eru allt og margir viðskiptafræðingar og þú veist, við þurfum einmitt innmennta fólk sem að og þurfum að styðja það betur, sko. Og svona bara listir og menning, þú veist, málefni listaháskólans, þetta er einhvern veginn alltaf bara og bara afgangsstærð og viðreist, eina framboði Reykjavík sem talaði að það ætti að draga úr kostnaði við listir og menningu í Reykjavík. Það var svona nokkuð sammála því, var alltaf ekki ósammála því. Bara mjög skrítið. Ég held að svona kjósendahópi viðreistnar sé ekki alveg þar, sko. Nei, ég held að það er ágætlega menningar miðaður flokkur, sko. Hefur alltaf að gefa sér út fyrir það. Mannréttinda miðaður en vil samt leggja niður mannréttindar á þetta svolítið. Já, einmitt. Það var eitthvað excellent við þeirra kostningar. Var þetta ekki bara AI generated? Hvernig fáum við sem flest atkvæði frá þessum? En líka algjörlega nýtt fólk í pólitík sem var í fremstu röð. Já, einmitt. En talandi menntakerfi, ég var nefnilega bara að reka augun í það áðan að Inga Sæland er farin í veikindaleyfi. Já. Bara í dag. Var það tilkynnt áðan bara? Þetta kveður til hennar. Já, einmitt. Mér finnst þetta frábæra fréttir, ekki hvað sem mér finnst Ingu Sæland, sko, heldur það sem ég hugsaði bara, flokkur auðvitað fara ráðherrar í flokki fólksins sem eru fulltrúar öryrkja og eldri borgara í veikindaleyfi. Það bara meikar fullkomið sens. Þú veist, og það út í að koma hvað þetta er annar þriðji ráðherrar sem fer í veikindaleyfi, bara frábært að ráðherrar fari í veikindaleyfi og fæðingarorlof. Mér finnst bara að vera að normalisera það að þetta fólk séu manneskjur. Já, það er rétt. Þannig að hún bara vonandi nær hún bara hvað sem er í gangi hjá Ingu, þá bara nær hún að endurnæra sig og koma tilbaka. 50 menntamálaráðherrann þá á einhverjum. Þetta hefur búið rosalega rót. Það er mikið rót á því. Rosalega rót núna. En hann verður bara í þessu og hann Ragnar Þór, var það ekki? Nú, á hann að taka við því líka. Já, hann verður bara svona með og þannig að hún kannski ætlar ekki að vera lengi. Nei, hann ætti við allavega bara sendum henni batakveðju. Er hann ekki fæðingarorlofi, hann hvað heitir hann aftur? Nei, er hann búinn með fæðingarorlofi, hann þriðji ráðherrann þeirra. Já, samgöngur og þeirra. Já, hvað heitir hann aftur? Eyjólfur. Já, hann er búinn í fæðingarorlofi. Já, einmitt. Já, einmitt. En ég held alveg að, þú veist, það sé hægt að vera með 2 ráðuneyti smá tíma, sko. Já, ég held að. En sko sem ég finnst hún samt kannski sem menntamálaráðherra þá finnst mér að hún mætti hlusta meira á kennara og menntunarfræðinga. Mér finnst hún ekki hafa hlusta nógu mikið á þetta þennan hóp sem hefur reynsluna og þekkinguna. Og ég skil ekki alveg, það var að koma ný aðalnámskrá í fyrra upp, hæfni viðmiðin voru uppdeituð í fyrra. Þannig að það ætla til dæmis að fara að breyta kerfinu
einkunnakerfinu. Það þarf bara, það kallar á mjög mikla breytingar, sko. Já, akkurat. Þannig að hún mætti alveg liggja aðeins yfir menntunarmálunum. Já, akkurat. Ég var einmitt með hópa kennurum fyrir nokkrum vikum, sko, og þau einmitt, voru ekkert á því að það ætti eitthvað að hafa einkunnakerfið allt of strámt, sko. Þetta væri náttúrulega meira flæðandi. En það gerir samt að það er einhvers konar mismunur á milli skóla. Hvaða einkunnir börn fá. Þetta er voða erfitt og þetta er oft svolítið hugulegt. Mér finnst sko persónulega bara ég er búin að vera að vinna svolítið náttúrulega með einkunnir í háskólanum og ég hef líka verið svolítið, þú veist, að ráða fólk inn var út frá einkunnum og sko úr öllum heiminum og þau einkunnakerfi eru bara alltaf alls konar. Þú veist, það er bara tölur, það skiptir engu máli. Þú veist, ég var sjálf í mastersnámi líka í Bretlandi, þar var sko bara ótrúlega gott að fá 70, þú veist, sem að hér er ekki gott. Þú veist, jafnvel þú ert með tölur, þá er þetta svo huglægur mælikvarði að, þú veist, ég sé ekki alveg og í raun og veru sko til dæmis í svona fögum það sem þú ert mikið að nota tungumálið að þá skiptir bara svo miklu meira máli að sjá hvað fólk er að skrifa og segja heldur en hvað það hefur fengið einkunnir. Þannig og ég til dæmis tók líka þátt í að einhvern tímann í listaháskólanum að gefa umsögnir í staðinn og þú veist það sem er alltaf gallin við þetta tekur tíma en maður næri að gera þetta svo miklu betur. Þannig að ég einhvern veginn svona bara almennt þú veist, veit ég ekki alveg, þú veist, það er alveg leiðilegt, ég man að bróðir minn sem var í MR og maður fær lágar einkunnir í MR út í að, þú veist, ég alltaf svo erfitt, svo erfitt ná og þú veist, hann einhvern veginn þurfti að hafa fyrir því að taka 1 ár í iðnskólanum og læra einhverja teikningu til að fara í arkitektaskóla á meðan einhver manneskja úr framhaldsskóla sem að það voru betri einkunnir, hún kom strax inn í arkitektur á einkunnum, það er svona hluti sem gerast alveg, skiljiði, en veist, það er samt ekkert eitthvað kannski, minnst það kannski heldur ekki 100 í hættunni ef að maður er með sveigjanlegt kerfi, skiljiði. Og bara þetta er svolítið bara eins og með framhaldsskólana. Það sem að, þú veist, þessu skrítið framhaldsskólanur í Íslandi eru svolítið bara eins og, þú veist, að fara í Vestló og MR jafnvel er bara eins og þú veist, það er eins og þetta networking skipti að verða efri stéttar Íslendingur og það sé aðal máli. Svo taka foreldrar fullan þátt í þessu skilur nú er ég með 1 barn úlingastigi og 1 í framhaldsskóla, þú veist, foreldrar taka fullan þátt í þessu einhverja kapplaupi og einhverju, þú veist, þessi komst inn þarna og ekki þessi og þetta eru krakkarnir bara apa upp eftir þessu, þannig að það að vera með eitthvað svona skóla án aðgreininga sem eru að mæta fjölbreyttum hópum nemenda og þeirra forsendum í grunnskóla og ætla svo bara kött á það þegar krakkar byrja í framhaldsskóla og keyra eitthvað rosalegt svona samkeppnis elitisma kerfi þar sem að, þú veist, skólar eru með einhverja geðastimpla sem að, þú veist, er svo oft ekkert einhver innista fyrir annað en einhver svona menningalegur eitthvað menningalegt kapital sko. Þannig að þú veist, minnst svona þannig er svolítið menningar elítan hún er svolítið að taka þátt í að svo við tölum ekki alveg bara vondu kapitalistana í stóru útgerðinni sko, að þú veist menningar elítan er svolítið að taka þátt í góða fólki í Vesturbænum við að viðhalda þessu bara sorry sko ég má segja þetta því ég býð 108 sko akkurat. Nei, þú veist, mér finnst ég man alveg, þú veist, ég tók eitthvað tímabil þar sem ég var obsessed á einkunnum og fekk góðar einkunnir í BA-náminu mínu eða eitthvað, það gerði ekki jack shit fyrir mig, þú veist, ég bara það hefði ekki munað neinu þú veist, og líka bara vegna þess að það sem að, þú veist, vonandi sögðu einhvernar að ég var að læra að skrifa texta og hugsa og þú veist, og það er það sem skiptir máli en í stóra samhenginu get ég ekki sagt að einhvernir hafa mikið að segja einhvern veginn og þú veist, og í raun og veru er það miklu meira að það er búið til þess að samkeppni og líka bara, þú veist, hvað er fólk að fara þú veist, gera menntun á einhvern veginn að vera til þess að þroskast þú veist, það er svo mikilvægt að þau séu að fá það og PISA til dæmis sýnir að börnum líður vel í skólanum þú veist, þannig að við erum ekkert eitthvað halleluja yfir því skiljiði svo, þú veist, er bara menntun náttúrulega fyrir það að lifa góðu lífi og vinna einhverja vinnu sem er fín og þá bara eru einhvernir einhvern veginn
Ég veit það ekki. Hvað gera þær fyrir það að, þú veist, jafnvel bara einhverju svona vinnu eins og mín, þar sem ég eitthvað Raffles and Traffles að skrifa einhverju á greinar, skiljiði. Ég veit það ekki. Mér finnst einhvernir bara ger ekki neitt fyrir þetta. Ég bara myndi sagði það, ég fekk einhvern tímann, þú veist, 5 í einhverju starffræðiáfanga í framhaldsskóla og ég nú með masterspróf og kennsluréttindi og ég man ekki eftir því að vera nokkuð tíma spurð það, þú veist, eftir ég útskrifast, hvað ég fekk í einhverjum starffræðiáfanga. Þú veist, þannig að þetta bara með þetta stúdentspróf eða ekki. Jú, örugglega einhverju sem að, þú veist, áfanga fórskilur eftir að allar inn í eitthvað ákveðið nám. Það kannski ekki að fara með þessa 5 í starffræði 300 ef ég var að fara í starffræði háskólanum, en ég vissi það allan tíman, ég hefði engan áhuga á því, sko. Ok, nú smá humble, bara bragging hérna hjá mér. Ok, stundu þarf maður bara að fá hérna smá rými. Nei, ég ætla bara að segja, ég fjall alltaf á enskum stíl í MR. Og svo skrifaði ég doktorsritgerð á ensku. Vel gert. Þú hefur líka verið svo ákveðin í því að verða betri í ensku. Ég var ekki alveg, ég var svo meðvituð ég var ekki góð í ensku. Þú veist að meina meira fram. Ég er bara með þetta. Nei, þetta er líka svo vont að því að, þú veist, við erum að tala börn sem eru, þú veist, að vaksa og reyna að fóta sig í lífinu. Og svo þetta einhvern veginn, sko, þessar einkunnir, þú veist, bara því að þú áttir slæman dag og þér gekk illa á prófi. Sumi bara gengur alltaf illa á prófum, saman hversu góðir námsmennir eru, en svo bara fá þeir alltaf kvíðakast og magaverk þegar það kemur á prófum og gengur ekki vel, sko. Þannig að þetta náttúrulega bara ekkert sérstaklega góður mælikvarði á endilega hvar manneskja stendur í. Nei, akkurat. Og það má líka kannski skoða aðra þætti heldur en einhvernir þegar þú tekur börn inn í sérstaklega menntaskóla. Þau eru bara 16 ára, þau eru bara að klára 10. bekk og ég lendi í því, og nú voni ég að sonur minn verði ekki brjála ef ég sé að tala hann í sjónvarpi, en sonur minn hætti eftir 2 ár í menntaskóla og ég vil bara algjörlega kenna því hann komst ekki í menntaskólan sem allir vinir hans fóru í. Þeir fóru allir vinhópurinn í menntaskóla og hann fekk ekki, hann vantaði eitthvað 0,2 upp á, þá var ekki komið ABC. Og hann fór í annan skóla og fann sig ekki þar, þú veist, og núna er hann orðin eldri og er svona aftur komin í nám, þú veist, og hann kláraði ekki á sínum tíma. En ég barðist bara mjög mikið fyrir því að hann kæmist inn. Ég var hringjandi þarna í skólastjóran allt sumarið og bara, þú getur ekki gert honum, þetta er svo félagslegt. Allir vinir hans er að fara og hann er einn að fara í annan skóla. Þú hlýtur að sjá að það gengur ekki. En hún gaf sig ekki, hún var bara nei, skólinn er fullur og þú veist það munaði þarna 0,02 upp á. Þú veist, á einhvernir og einhverju meðalengun og þetta er svo, það fannst mér rosalega ósveigjanlegt, sko. Ég skil líka ekki af hverju kerfið er bara ekki meira mæli, þú veist, eins og grunnskólanum, bara halda áfram ef þú vilt það, þú veist, kannski smá sveigjanleiki. Og bara þessi manneskilegu þættir, eins og ég segi, þessi skóla sem eru kannski ekki hátt eitthvað rankaðir, þú veist, í einhverju vinsældakeppni í hvað flottasti skólinn, eru ekkert að veita, þú veist, ekkert með eitthvað verra nám eða minna dedikeraða kennara eða, ég meina, þú veist, og jafnvel meira dedikeraða kennara, því það er bara kannski flóknar að vera með hóp það sem er með fjölbreytt samsetning, heldur að vera með einslita samsetningu og og ég verð alltaf gagnrýnd þegar ég fer að tala við elitu framhaldsskóla, en þannig er það bara, þetta er bara raunveruleikinn, er bara þannig og og skólar bara, þú veist, ættu að vera meira bara og njóta þessara sérstöðu og eins og þú segir, þetta er bara mikið félagsleg mótunár þú ert að læra og mynda tengsl og eignast vini og allt þetta og ég meina þú veist, og þeir gengur betur eða þú átt vini í skólanum að þeir hjálpist að þeir að læra saman, þeir að tala þess að læra og tala við skilur, ég meina, þú veist. Ég fór bara í menntaskóla út frá mínum vinum og ég held að, þú veist, mín börn séu að fara að gera það líka, það er kannski meira þetta stundum þarf fólk svolítið á því að halda að komast í annað umhverfi og komast frá einhverjum vinum, þú veist, þannig að það er kannski að vera eitthvað sveigjanleiki í þessu kerfi, en þetta einhvern veginn með að komast inn í skóla og einmitt get ekki fara með vinum er bara svolítið akkurat, þú veist, fyrir þá er ekki verið að taka tillit til félagslega samhengsins sem skipt svo ótrúlega miklu máli. Einmitt, og sem að lætur útkomuna líka vera betri, það er líklega að sá sem að færa að vera með sínum félögum gangi betur heldur en að vera settur eitthvað það sem maður vill ekki vera. Einmitt. Já, þetta er
Þetta er bara í mörg horn að líta, þegar ekki hefur að mennta málum. Við getum örgulega að sitja hérna í allan dag að tala um það. Já, þetta var lítið mál, sko. Það er gaman að tala um menntamál. Já, og mjög mikilvægt. Og þú veist, það mætti fleiri láta sér andu menntamálum. Það var einhvern veginn umræðan í kosningabaráttunni, svo farin ofta að tala um hana. Mér varst hún ekki vera á neinum svona einhverjum faglegum, uppbyggilegum nótum, þú veist, og þessi fyrirtækja leikskólar fyrir ekki, ég bara, og einhverju umræða daggæslu, þú veist, heimgreiðslur og alls konar eitthvað. Mér fannst þetta líka svolítið, það sem að ég kommenta á einhverjum Facebook statusu eða eitthvað var líka bara, ég fór alltaf inn að verja samfylkinguna sem alltaf fyrir myndum og ég var alveg bara samfylkingin hefur actually gert fyrir eitthvað góða hluti í Reykjavík því að það voru bara allir farnir að tala eins og við byggjum einhverju ríkalegri borg og það væri bara, allir leikskólar væri slæmir og bara, þú veist, allir grunnskólar þú maður bara eitthvað, hvað eru margir leikskólar í Reykjavík, þú veist. Þetta var einhvern veginn alltaf neikvæðum. Svo fær hérna bæjarstjórinn í Kópavogi hérna bara þessa glimrandi kosningu því að það er allt svo æðislegt þar, sko. Og ég á nú bara dálítið mikið af vinnum sem búi í Kópavogi og það er nú bara alls konar dót. Þetta er nú líka að rífa grunnskóla þar út á Miklu og hérna krakkar í einhverjum skúrum í marga vetur og eitthvað. Já, maður heyrir ekkert. Það er ekki verið að ræða það. Það er ekki verið að ræða það, sko. Það var bara eins og þessu væri allt hengt á hann dag. Dagur fekk bara að nákvæmlega tímabili, það var einhver áráðusmaskína sett í gang gegn honum, sem var ótrúlega skrítið. Og hann bara ábyrgð á líka Kópavogi og öllu, sko, Mosó og bara allt eigi að kenna, sko. Já, það var eitthvað það var, allt eigi að kenna. Það var hérna, dagur B, helvitist dagur B. Einmitt. Akkurat. En þú veist, ég veit ekki, ég er svona almennt, ég er bara svo ótrúlega ánægð með til dæmis að það hafi verið, Reykjavík hafi verið, það hafi verið þéttbyggðin í Reykjavík. Mér fannst bara svo mikið af sorglegum tómum túnum í Reykjavík sem eru bara orðin eitthvað miklu meira borgarumhverfi núna. En svo man ég þarna í hverfinu okkar að þar var komin tillaga frá einhverju borgarskipulagi að þétta meðfram Miklubrautinni. Það sem ég bý þarna í blokkunum í Safamýri, þá áttu búið til auka blokk á milli mín og Miklubrautar. Og það var orðið svolítið svona skrítnar áherslur, kannski komnar í þéttingu byggðar sem að svona, og þetta gerist líka þarna á ekki grensasveg bústaðaveginum, allt í og búið til eitthvað svona, þess að þetta var alveg svona skemmtilega útópískt, einhverjum borgarsérfræðingum, sko. En það er náttúrulega blokkin á horninu hjá okkur. Ég er hann í Fellsmúlanum og það er verið að byggja þess að núna Bjarg að byggja tvær blokkir sem eru bara svona í flúkti við blokkinnar í Safamýrinni, bara jafn háar og svona dálítið bara svipað stíll á þeim með svona hallandi þökum og svona 60s look á þeim, sko. En það sem að mér veist svo fyndið þar er að hérna strætóskýlið, þú veist, að þegar núna er þessi að fara að byggja svona alveg út í götu og maður svona velti fyrir sér, lífsgæði fólksins sem býr, og hverjir að verða sem búa þar. Ég held að hljóti að annarkvort koma, við erum alltaf að tala um þetta, og það hlýtur annarkvort að koma girðing eða þetta séu verslanir. Þetta eru rosastóri gluggar. Ég vona að þetta verði eitthvað, en það er allavega þannig, ef það verður íbúð þarna, þá er strætóskýlið eiginlega, þú veist, ef ég væri að standa í strætóskýlum, þá næ ég að snerta veggina á húsinu með hendina, mér er það nálega. En ég var að spæða, ef maður byggja þarna, getur maður bara stokkinn gluggan og setja kaffibólla og maður gleymir töskunni sinni eitthvað. Eina handtaka á vita. Ég held að séu nefnilega sko allir að velta þessu hotni fyrir sér. Þetta hotni er alveg bara hvað er í gangi. Og þetta rask þarna, eigandi barni í Álftamýraskóla sem er að fara hana yfir og það er náttúrulega búin að taka þá akrein og svo er bara rosaleg traffík þarna og þetta eru bara mjög hættuleg gatnamót þarna. Það voru bara slys alvarleg slys á gangandi vegfarendum og börnum á leið í skóla og svona. Þannig að maður svona myndi vilja sjá einhvern veginn tekið til og Fellsmúlinn er náttúrulega mjög þróttugata en við erum með rafurulagarinn og Dirty Burger þannig að það er en þetta er svona gegnumstreymisgata rosalega há umferðarna og En var það ekki einmitt hann blessaði Dagur sem ætlaði að breyta þessu hverfi í meira íbúðahverfi? Jú,
Ég nefnilega mjög alveg ótrúlega góð hugmynd. Og Hjálmar, Sveins, var formaður skipulagsráðs, þeir voru að endurskipuleggja Skeifuna í rauninni bara sem svona blandað hverfi með íbúðum. Já, Skeifan hefur alltaf verið svolítið tricky. Það er náttúrulega eitthvað skipulagsþrot. Það er hræðileg Skeifan. Vöruskemmur, þú veist, maður var nú að labba hana með barnavagna og svona á síðan tíma, maður var bara í lífshættu. Þetta er ekki gert ráð fyrir gangandi fólki. En það er það var annað sem ég hjó eftir í kosningabaráttunni út af því að minn eldri, hann fer 5 sinnum í viku niður í Laugardal út af því við búum náttúrulega bara alveg við Laugardalinn og Suðurlandsbrautin, ég vil bara minni umferð á Suðurlandsbraut núna og bara almennleg göngustíga og göngubrú eða eitthvað. Það er heldur hvergi gangstéttir á Suðurlandsbrautinni. Nei, og svo var hún Hildur í einhverjum loka umræðum að þá kom hún bara, ef það minnkar umferð á Suðurlandsbraut þá bara verður meiri umferð hjá börnunum í Laugardal. Já, bara hvað með börnin í blokkunum í Háaleitiskerfi? Þú veist, það er alltaf saman með þau. Já, vegna þess að það er mjög mikið börnum sem fara þú veist, þetta er 10 mínútna lapp og það er enginn sem lappar vegna þess að foreldrar þora ekki senda þau yfir Suðurlandsbrautina og það er allir að verja einhverja 10 búðareigandur á Suðurlandsbraut í stað fyrir að hugsa heilt hverfi af börnum í blokkum. Þú veist, enginn hugsa börnin í blokkunum og sérstaklega ekki, þetta var ég skrifaði eitthvað Facebook-status og ég var brjáluð yfir þessu. Og þú veist, því þetta er búið að vera svona og þú veist, og þetta er kannski gagnrýni á það sem hefur ekki verið gott í Reykjavíkurborg út af því að þetta hefur ekki verið gert. Maður er búin að vera alveg í mörg ár bara af hverju er ekki göngubraut eða undir Suðurlandsbraut og af hverju er ekki þrengað umferðina? Fólk fer svo hratt, það var dauðaslys á Suðurlandsbraut í vetur. Þú veist, þannig að Þetta Háaleitiskerfi hefur náttúrulega alltaf bara verið einhver afgangsstær, við erum að einhverju umferðaeyju, þú veist, og bara allt í kring Miklabraut, Kringlumýrarbraut, Suðurlandsbraut. Og líka bara, ef þú skoðar meðaltekjur fólks í Háaleitiskerfi, örugglega miklu lægri heldur en í Laugardalnum, miklu meira, hlutfallslega mest að blokkum í öllum hverfum held ég Reykjavíkur jafnvel, Þú veist, þannig að það er ekki verið að hugsa þessa blokkarhverfi. Bara svo típist, talandi elítur. Já, en samt er bara að vera að byggja blokkahverfi núna. Ég styð alveg þéttingu byggðar og margt gott sem er búið að gera í því, en mér finnst samt alveg gagnrýnivert hvaða er lítið af grænum svæðum og hvaða er lítil birta í þessum hverfum og hvað margar af þessum blokkum eru bara ljótar og það vill enginn búið þeim og það er, þú veist, fólki líður ekki vel þegar horfi bara á næsta hús og það er ljótt, þú veist, það vill hafa útsýni, það vill, ef það er ekki með útsýni hafa eitthvað gróður, þú veist, og það þarf svo lítið til að bara fegra aðeins umhverju og hafa einhver svona viðmið og bara, mér finnst þetta sorglegt út af því að ég hef trú á þéttingu byggðar frekar heldur en að stækka Reykjavík en að það skuli ekki vera gert betur og það sé einhverjir garðar bara algjörlega í myrkri allan daginn og malbyggaðir í staðin fyrir grænn gróður, þetta er svona alveg galið Það er alveg gott hjá nýja meirihlutanum að ætla í skógræktina. Það er allir skógrækt og talandi það má rækta líka meira á þessum túnum við blokkir eins og í Háaleitiskerfi. Af hverju bara einhver tún við blokkinnar? Af hverju er ekki gróður? Af hverju er ekki matjurtagarðar? Þetta er eitthvað svo einsleitt og enginn að nota þetta. Akkurat, ég veit. Það var nú eitt á þessum lista svo ég fari nú að tala eitthvað sem er leist á þessum finnum eitthvað jákvæð erum ekki svona neikvæð svo þekkt fyrir að vera svo jákvæð eðlisfari það var að þau ætla að auka aðgengi barna af íþróttum og tómstundum en það var nú ekkit útfært þannig að það kannski kemur á þessum verkefnalista það var nú settur á fót svona sérstakur frístundastyrkur til tekjulægri fjölskyldna í samráði við félagsmálaráðuneytið í COVID. Já, var það ekki eitthvað í Breiðholtinu? Það var bara þvert á hverfi. Það hefur verið í Breiðholtinu tilraunarverkefni en þá var ég í velferðarráði og þetta gaf bara mjög góða raun. Þetta var bara svona viðbóta niðurgreiðsla og þá var mér svo komin bara eitthvað svona rafrænt ferli þar sem hún gafst bara eitthvað svona hakað í þetta og leyft eitthvað tekutjekk og þá fékkstu bara svona í staðin fyrir 75 skallin fékkstu 120 skall eða eitthvað. Þannig ég held að þetta,
gæti verið lag, að þegar núna hefur mikið verið talað íþróttir og tómstunda iðkun og hvaða börn það þá ekki sem eru að stunda íþróttir og tómstundir sem eru líklega börnin sem að þyrftu helst að halda þessi forvörn. Þetta náttúrulega greiðlega mikilvægt forvarnamál. Já, það það. En svo spurninga mitt hvað frístundastyrkurinn dugir, af því að það alls konar, eins og við þekkjum, það alls konar annað sem að þarf að... Öll þessi mót og þessi búningar og þessi ferðalög, þetta er alveg gríðalög kostnaðir. Og líka bara koma þeim á staðinn og, þú veist, mæting upp í Kórahverfi klukkan 8:15 á sunnudagsmorgni, maður bara verður eiginlega verið á bíl og íþróttum bara verður að vera bíl, sko. Þú fyrir ekki að taka stræt og þangað sem byrjar að ganga á sunnudagsmorgni fyrir í hádeginu. Ég myndi að fara í gegnum þetta bíllaus með mín barn, sko, það voru stundum leigubílar, sko, það var einmitt bara engin strætó. Eins og þau sem í þessari stöðu eru oft einmitt útlendingar sem eru ekki með net á Íslandi. Sko ég rosa heppin, ég get selt endalaust á klósettpapír. Þú veist, en það bara rosa mikið af fólki sem hefur ekki það félagslega net í kringu sig að geta verið að selja klósettpapír fyrir hvert einasta mót og ferðalag sem barni þarf að fara í, sko. Lakkrís og klóspapír. Lakkrís og klóspapír og gulrætur og blóm og ég veit ekki hvað, sko. Einmitt, já, það aftur þessi nýfrjálshyggjuvæðing, sko, þetta allir eiga að safna fyrir sig, en ekki fyrir heildina, einmitt. Já. Góðu konur. Það bara komið að lokum, held ég. Já, þetta búið að vera þetta búið að vera mjög ágætis rant hjá okkur. Við náðum allan að ranta. Við þrjár getum alveg bara verið með eitthvað fast slóð. Við getum talað saman eftir þáttinn, sko. En ég ætla bara að þakka ykkur alveg innilega fyrir, Valgerður, Nanna Hlín og Elín Oddný. Bara takk fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Takk kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samfylgdina í dag. Ég ætla að minna á að það verður í fyrramáli helgispjall klukkan 9 við áhugaverða mannesku og svo sem sagt úrval vikunar og á sunnudaginn verður held ég Synir Egils að vanda klukkan 12:40 sem sagt, á sunnudaginn. Og vil líka minna ykkur á að þið geti gerst áskrifendur með því að fara inn á samstöðun.is og það ætti að leiða ykkur áfram. En bara takk fyrir í dag og góða helgi. Verið þið sæl.